ekki. Það bara byrjaði að þakka ykkur fyrir sem komið inn úr sumrinu á Íslandi. Við höfum aldrei haldið málþing á þessum árstíma, en ástæðan fyrir því að þetta málþing haldið á þessum tíma einmitt að we had the Healthy Building Conference 2025 in Iceland now for the first time. And it is done. Yeah, it's done. Done well. Wait, done well. Yes. Thank you, Carrie. Thank you. Yeah, I thought it was a nice idea 1 year ago to have also an Icelandic conference, but the last days it hasn't been such a good idea. But now, today, I'm really happy that we are here because we are going to talk together about how we shape the future for healthy and sustainable buildings. And we are also recording and having it live because I know that people in Iceland are enjoying summer this time, so you can watch it in September or October when it starts to snow. But I am so honored to have the president of ISEAC here to open with us, and please introduce yourself. Okay, hello everyone. I'm the president of ISEAC at the moment, and my other job is I'm a professor at the University of Texas at Austin in the indoor environments, and I love all things chemical and microbial in indoor environments and looking at exposures. I also have what we call a courtesy appointment, which means I get to work with the people in population health at the Dell Medical School at UT Austin. So I'm really honored, first of all, for the invitation to talk about ISEAC, and also to thank you again for a successful conference. And our, ISEAC, which, rolls off the tongue, is the International Society of Indoor Air Quality and Climate. And really our goal is we're an international, you got that part, independent scientific organization, and we're supporting the creation of healthy, comfortable, and productive indoor environments. And you'll notice I've gone from indoor air in the title. This is the organization is over 30 years old, but we've also expanded it from just looking at indoor air quality now to looking at things beyond that. So we call it now the indoor environments, but we're keeping the name. So some of you, if you were at the conference, will have seen this. These are just some of the topics that I pulled from this conference. So it truly is an interdisciplinary science, and in full disclosure, I'm an engineer. So I'm in environmental civil engineering. So I deal a lot with infrastructure and other things. But you'll see we have indoor air quality, of course, but thermal comfort, lighting and noise, ventilation, public health, workplaces, which is an area I think we really need to think about. Schools, we often think about that because we, of course, children in their schools. Dampness and mold. Austin is a hot and humid environment. How does architecture affect the indoor environment? Occupant behavior, you can design the best building, but if I don't like it, I'm gonna go over to that thermostat and adjust it to what I'm feeling like that day. And so there's also the psychological effects of how we do lighting and everything else. And I was just in one of the workshops this morning about sleep quality and realized my sleep quality is slightly not the best in the last week or so. And essentially, how can we design our indoor environments for, maximizing sleep and therefore productivity? And I just wanted to pull a few examples. I just did this a few minutes ago. We do, and this is just from my own research and with my collaborators. I work with mechanical engineers, civil engineers, medical folks, etc. We look at a lot of fundamental studies, and we take that and take it to the field. So we happen to have a full-scale test house at the University of Texas at Austin. If you've heard of home chem back in the day where they did all these chemistry studies, it's a house where we get to do whatever we like. And in this case, you see the blue arrow there. We sprayed a 15-minute burst of tiny particles, basically, monodispersed particles into the air. And we let everything settle and came back 24 hours and looked where we found, in this case, it was tagged fluorescent 2-micron particles. Where did we find them? Okay, so we call it the control room, but it's just one of the rooms in the house. We sprayed it, and the size of you see all those blue dots? The size of those dots represent the concentration we recovered. So you see it's in the second bedroom, it's in the closet,
And I highlighted in red a much smaller set there. Those were closed drawers within cabinets. And we recovered signal. Okay, so bottom line, things move everywhere. And then when we go out into the field, and this one happened to be a SARS-CoV-2 study, we had a family that had a mother and a child who'd been isolating in the master bedroom, nobody else in the house. Everywhere you see a red dot, we recovered the SARS-CoV-2 signal. And it showed even, similar to this other one, you see that little dot, it made it into the second bedroom, even though they had not gone into the second bedroom. So it was working its way through. All of these are ventilated, mechanically ventilated space. So it shows that it was moving around the environment. So that's one level. We also need to extend from a single house or a single work environment or a single school. And that's where you get, and I think you've seen those talks, these low-cost sensors, right? We're trying to get minute-by-minute data, high-quality data, hopefully calibrated data, so we can compare exposures in one. You see them in office buildings now, you see them in schools, you see them in homes. This happens to be a home trace. And you'll see that in this particular case, in the blue is the PM2.5 concentration, the fine particle concentration. They like to cook on a regular schedule, and guess what? You pick up the cooking spike, as an example. So some of these indoor exposures are hugely important, but then also place matters, right? So if you go, and this is a picture of Austin here on the left, Austin, Texas. We are a rapidly growing area, a couple million if you think about it across the whole area there. And we push out into the rural areas, so to speak, and we're trying to figure out, well, if we look at what are in people's houses, how much does it matter where they live? In downtown or out in the suburbs or even the rural areas? And so we were just looking at fungi in this particular case, and we found, for instance, even if you're in a modern house, if you happen to be, and it's considered a developed area, a developed subdivision, if you happen to be across from the cultivation fields, actually the fungi that you're finding in your house are mostly related to the crops that are nearby. Okay, so they're penetrating even in mechanically ventilated houses that may or may not be opening their windows. And then we saw other things. If you want to relate it to health, we saw that there was homes of asthmatic children have lower fungal diversity in their homes. And this has actually been something that was repeated in California. It's a finding that not in a hot and humid place, in a very different climate than ours. And so this is something that you start to see is like, okay, what is predictive for, in this case, asthma? And then we saw protective taxa were enriched. In other words, there's good microbial exposures, and those were found in non-asthmatic homes, okay? So kids without asthma, we found that they actually had a different microbial community that was present. And I put, is it the dog or the cat? It is the dog. So we found that the taxa were strongly associated with the taxa that you would find on a dog. So, and I have one of both, so I like both. So just to be clear. So in terms of what ISIAC does, we have some of the classic things, which is our journal, which is a research journal. But we've been trying to expand out to make sure that what we're doing is actually making a difference. So we can talk to each other. We love our journals, right? We love to publish in our journals. And this is an open access one, by the way. So it's open access. You can get access to it, okay? And that will give you data that has been rigorously evaluated, et cetera. We have a great editorial board. We also do, if you're an ISIAC member, or frankly, several of them are even open beyond that, we do a whole series of webinars on multiple topics, right? And we invite experts on a particular topic from all over the world because, of course, if we just represent one region, it isn't really representing the whole world. So these are just some examples. We've done the chemical exposome. People in our group, in ISIAC are developing indoor environmental quality guidelines, a database for a worldwide database, an indoor air quality handbook. We're trying to do a leadership seminar for the members to try to actually help them talk with people in policy and in community members, et cetera, to actually move what we're finding, our findings, and move it into practice and into policy. And, during COVID-19, for instance, we did quite a few on infectious aerosols because there was a misunderstanding about how SARS-CoV-2 and COVID-19 was spread.
One thing that I'm super excited about, and I would love, so you see I even have one of those little thingies there, for folks who are interested, who are in practice or who are interested in any things that we're doing. We started these, we call it the Innovation Network, but basically they're research collaboratives. And anybody who's interested can build your own topic and say, well, like we all want to look at, I don't know, I'm going to pick something like building materials and air quality or reusing building, pick a topic. We want it to be somewhat focused so you can actually work on it. And you build your own, you submit an application, it's like a one-pager, and then we help you find people around the world who are interested in working with you on that topic. And so these, we just started this last year at Indoor Air in Hawaii, and we have 5, so just as an example, the Global Indoor Air Quality Database, Indoor Air Quality in Africa. We've decided that, of course, indoor air is very important around the world, but there are some parts of the world that have the poorest indoor air quality and the morbidity and mortality associated with that poor indoor air quality, swamps, what we have, for instance, in the States and elsewhere. So we've been working on reaching out to India and now Africa. We're working on developing our students and our researchers. And then there's folks that I just went to the workshop this morning. I don't know if anybody was there, looking at the sleep environment and what do we need to figure out and how should we do studies better, et cetera. And air cleaners is another one. But what I will say is we tend to have a research focus, which is great. What we don't have is enough of you who you go out and you see the real environments and you have different, expertise. If you have something that you want to propose, and we're here to help you find a network of people who want to work on that topic with you. So we can help you extend your network. And it's certainly the conferences couldn't go back without talking about what we have 2 healthy building conferences in every other year. And then the opposite years, we have the big indoor air conference. So, of course, the Healthy Building Conference that just finished up. And then the next one is Healthy Buildings in India for the first time because, again, as I said before, we're trying to get a more global reach for some of the work that we're doing. And next year, the Indoor Air Conference will be in Singapore. And ISIAC is actually accepting proposals for, I know it's too soon, to host the Healthy Buildings 2027, but I had to throw it up there anyway, but sorry, I'm just joking. And this is just showing, this happened to be healthy, the Indoor Air Conference in Hawaii, and there were nearly 1,000 attendees, and this is really just a great opportunity to find out whatever your interest is. And often I encourage people to go across different sessions because you can learn something that actually does tie to your main, main goal or whatever, your main industry or whatever it is that you're interested in. So I guess I'd just like to end with, first of all, we'd love to hear from folks like yourself. We do from research to practice, but basically practice needs to inform what research and what studies are done. So we need to be able to translate. The first thing is for us, we need to be able to translate our friends, and I stole your language, to quote someone, in a clear and useful manner, which the first time I was doing community messaging, I sent my what I'd written up, and I thought I had done such a great job. I'm an academic, so you can already see where this headed. And a colleague of mine took her red pen, and she destroyed it, and she wrote it in clear and useful language. And so I've been practicing at it, but I think we need to distill down what we do know and be able to communicate both to community members, to practitioners, and policymakers, because otherwise we sit there and we talk to each other, and that doesn't move the field, that doesn't change the conditions, I'll call it in the real world. And we need you to tell us, I see this all the time, or this is the problem. No, you guys are focusing on that, and that's really academically interesting, but what's really interesting and you want impact, you need to look at this. So we need you to tell us what you want, what the real world issues are, and what we should be prioritizing. And then maybe we can work those into a workshop in one of the conferences, or we can work it into one of the innovation networks, and you can start to build out a group of people who want to work on that issue. And I want help. I'm an engineer, and one of the
reasons I became an engineer is like, we kind of like to solve problems. Like, you know, we talk about problems and you talk about problems. It would be great if we could identify, and you can help us, identify and test proposed solutions. You have to test them in the real world. You know, I have a great test house. That's wonderful, but, you know, do I want to test how well that's going to work? I need to test that in real environments. And then, ultimately, this is an international perspective. So, you know, I've moved from the coast of California, where air conditioning was you opened up the front door and the sea breeze blew in, to Austin, Texas, where it is sealed up in the summer and it is mechanically air conditioned, and anybody who says that you can naturally ventilate there will last about a week and they will die, right, from heat stroke. So there are very different environments around the world, and we need to be able to figure out how can we take the best lessons and what we're doing and translate it from one to another environment. And in some cases, they don't translate. You know, when people make these broad statements, you can only do it this way, well, usually that's centered in their experience, their built environment, right? And so we can't do that, right? We need to really, you need to think about regional solutions as well. So bottom line, we're here to help. If you have something that you think we should be working on as an organization, if there's a group of you that want to, you know, get in contact with people who know this, that, or the other thing, I know a lot of people. Some of them even good people. No, I'm kidding. Some of them mostly good people. And we're really here to help, okay? And with that, we want to hear from you. And if you want to get in touch with me, you can try UT Austin, but there's 50,000 students. Good luck getting through that website. Or you can just simply take a picture of the, send it through ISIAC, and they'll get in contact with me. And I'd be happy to help any way I can. Thank you. Thank you, Carrie. Thank you so much. And see you in Singapore. See you in Singapore. We're going to be sweating, people. Yeah. And safe travel back home. Ok, þá nú bara komið að því að mentor minn, hann Ríkharður Kristjánsson, sem með smá reynslu í bakpokanum, ætlar að koma og leggja okkur inn fyrir framtíðina nokkur orð. Gjörðu svo vel, Ríkharður. Viltu tala í... Hvað viltu tala í? Ég tala bara hérna. Tala bara hér. Týna músin. Sér einhver músina? Já. Ég þarf ekki músina. Ég bara hérna. Ég bara... einhverjum sem var á ráðstefnunni? Ég finn ekki músina. Já, hvar fer hún svo niður á? Bara yfir á hérna. Já. Það hér? Nei. Jú, nei. Ekki. Já, við erum sérst að reka ráðstefni hérna með 350 erindum og finnum við ekki músina í hverju. Það vorum við með hjálp líka. Já. Getur þú fundið hana? Ég næstu sko. Sko, kemur nefnandi í HR, dóttir mín og rettar þessu. Góðan daginn, alltaf vesinn tengt mér. Ég var beðinn að tala framtíðina. Reyndar var ég ekki beðinn, mér var skipað að tala framtíðina. En á mínum aldri þá var ekki til nein framtíð. Pínulítið nútíð en yfirleitt bara fortíð sem sveipast þoku og allt sem að sér í gegnum hana verður risastórt. Ég vona að geta ekki lesið þetta hérna neðsta í augum hans sjálfs. En talandi aldur, það var eitt sem heldur mér gangandi. Langafi minn átti síðasta barnið sitt 82 ára. Og það þarf einhver að slá það met í fjölskyldunni.
þegar maður hugsar það hvað stjórnar, hvernig getur maður séð hvernig framtíð mótast. Það ég lendi í nýlega að þurfa að fást við hagfræði. Ég er sem verkfræðingur, þurfti að fást við hagfræði. Og hagfræðingar reikna alltaf út framtíðina sem línulega útreining af fortíðinni. Þess vegna allar hagfræðikenningar yfirleitt vitlausar nema kannski í 100 ára tímabili. Þetta er vegna þess að ónýnilegar líkingar eru flóknar. En eðlisfræðingar hafa töluvert fengist við framtíðina og Newton sem að gerði þessa flottu líkingar fyrir samband á milli hreyfingar, massa og hraða. Hann sagði ef þú þekkir nútímann getur að reikna framtíðina. Og Einstein sem flækti þetta reyndar dálítið mikið, hann var sammála þessu, en þá kom Heisenberg, þýskur eðlisfræðingur, með óvissukenningar sem sagði að það er ekki hægt að reikna, að finna nútímann nema mælan, þá er þetta að stoppa hann, þá er þetta að hafa áhrif á hann og þá er ekki lengur nútíminn. Hann sagði að það er ekki nokkuð leið að sjá framtíðina, af því hún er óvissa. Svo þetta er ennþá skemmtilegri kenning sem er svokallað óróakenning, sem er svona lýst yfirleitt þannig að það er fiðrildi sem blakar vængjum í Mexíkó og það gerist eitthvað í Evrópu. Ég segi, þetta er svona flóknar kenningar samskipti, flókin samskipti, við segja fiðrildi blakar vængjum í Mexíkó, þá hnerra ég. Ef við horfum á hagfræðina sem segir að framtíðin sé línuleg framlíking á fortíðinni, þá náðu þetta verið upp allt, þá var byggingargatnandi bara eftir að aukast og aukast. Ég held reyndar í dag þá séum við að byggja hús sem eru eðlisfræðilega bestu hús á Íslandi sem er nokkuð tíma byggt. En þau eru ekki þau umhverfisvænstu og þau eru heldur ekki þau bestu að því við fúskuðum öllum gluggum, fúskuðum yfir öllum opum. Og þess vegna eru að hætta að byggja þau og sveitafélögum bjóða manni afslátt ef maður fer í eitthvað annað efni heldur nákvæmlega það sem ég tel vera bestu hús sem er byggt. En við þurfum að breyta þeim á umhverfis ástæðum og Björn Martinsson sagði í dag að kannski þyrftum við á Íslandi að horfa meira á hvernig við getum gert sement og steypu umhverfisvænni heldur maður að breyta yfir í náttúrulega efni. En það er lestin gengur í áttina umhverfisvænum efnum, þess að náttúrulegum efnum og þá sleikir myglan út því myglan elskar ekkert eins mikið eins og umhverfisvænt fólk og náttúrulegt efni því þá hefur hann eitthvað að borða. Aðeins fortíðina, ég skil ekki af hverju við getum ekki komið í veg fyrir galla sem við vitum hvernig á að koma í veg fyrir en það tekur enginn á því. Og því hugsaum að þetta er algjörlega absúrt að við skulum vera að byggja ennþá hús sem við vitum að eru gölluð en það gerir enginn eitt í því. Við erum ennþá að setja leka, gallaða, CE-merkta glugga í hús á rangan hátt. Það er ótrúlega kostnaður sem fylgir þessu. Og í 2 verkum sem ég tengdist, þá þurfti annars vegar að rífa út alla glugga og henda þeim og setja nýjan. Eða í öðru húsi, það taka upp allar þéttingar gluggana. Þetta var í fyrra. Og á þessu ári er það aftur að gerast. En hvað er það sem veldur? Sko, eitt af því er það að við erum vön að rífast smáatriði. Ég á einn vin sem er rosalega góður í því að greina á milli smáatriða og aðalatriða. En hann fæst bara við smáatriði. Og við erum þrasar af guðsnáð. Og þessum eigum við svona marga lögfræðinga. Og ég lenti því í málaferlum sem var matsmaður. Það var maður sem datt niður stiga og hann var öryrki og það var deilt stigan. Og undirréttur dæmdi á grundvelli þess að ein setning
það vantar hérna kommu. Þannig að setningin sem átti að vera 2 sjálfstæðar setningar var túlkuð eins og ein setning. Þó fjallaði þetta svo kallega skrefalengd sem búið að þekkt dæmi alveg frá tímum Grikkja. Íslensku dómstóll taldi hins vegar rétt að dæma eftir því hvað setningi sagði ef hún var ekki lengur 2 setningar heldur 1 setning. Sem betur fyrir komst ég upp í landsrétt og gat skýrt málið og landsréttur hafði skilning á því. Við erum allt og mikið að fást við einhverjar lögfræðilegar útskýringar í staðan fyrir að horfa á hvað sögðu lögin upphaflega, hvað tilgangur með að búi til þessi lög. Og það sem er að við erum alltaf að búi til einhver kerfi og þegar við erum búin að búi til kerfin og þau bregðast, þá fyrir við að fikta þeim og breyta þeim í staðan að henda þeim bara. En ég veit að við erum á þungri lest. Þegar maður fer upp í lest frá Frankfurt til München, þá enda maður í München þó maður hlaupi alla lestina tilbaka. Og maður á aldrei að treysta kerfum, maður á að treysta á sjálfan sig. Aðeins framtíðina. Spádómar mínir framtíðina byggja á því sem að þjóðir heimsins uppgöta núna, að þú hendir burt skófluninni, getur ekki grafið fyrir fundamentunum. Og það sem gerist alls þar í heiminum er að þú ert að fatta það að viðskiptin í heiminum eru global, pólitíkin er lokal. Það sem gerist verður það að alla byggingar á Íslandi hefur verið framleiddar í láglaunalöndum og settar saman hjá verktökum á vegum framleiðandana. Hvað segja verkfræðingar á Íslandi sem skrifa útboðsgögnin? Það skal fylgja nákvæmlega lýsingum og kröfum framleiðandana. Ekki þann kröfum sem þeir sjálfur setja því að setja enga kröfur lengur. Gervigreind mun aðstoða þróunaraðila eða byggingaraðila til að raða einingum upp í tölvu og hanna byggingarna þar með. Iðnamenn munu hverfa sem stétt, það verður nokkur eins og sem vinna í viðhaldi. Arkitekta hverfa og þau verða að gervigreind. Verkfræðingar sem eru aðlögunarhæf stétt, þeir munu búa til lista fyrir framleiðendur til þess að fylla út í og stór hluti af verkfræðingum þegar að gera þetta. Opinbera stofnaði að taka þessa lista og raða upp möppur og svo koma faggiltar skoðunarstofur og fara yfir möppurnar fyrir mikinn pening en hafa ekkert vit á hlutunum. En það verður ekki ég sem á móta framtíðina, það verður þið sem gerir það. Kannski hnerraði einhvern tímann og það kann hafa áhrif eftir 20 ári eins og óreiðukenningin segir. En þið sem mótið framtíðina, þið þurfa að þor til að gera það sem þið telji vera rétt og ekki láta kerfin ráða. Sem betur er núna nýlega orðið til dæmi það þegar heilbrigð skynsemi og vilji meiri hluta þjóðarinnar að sigra keppnistrúna og lögfræðina. Og mann er að klappa fyrir þessum einstaklingi sem kom þessu fyrir og kerfin og lögfræðingar eru brjálaðir þetta gerðist og segja hvað þau að trú, hvað gerist næst. Það er eins og þeir trúi því og yfir lögfræðingur og yfir dómari EES-dómstólsins sagði eins og íslenski dómstólar trúa allt og mikið á fordæmið. Ef einu sinni búið að gera eitthvað, þá gildir það áfram. Þú eru að hugsa hvert atriði fyrir sig og ég get ekki nógu vel haldið upp á þetta heilbrigð skynsemi hafi sigrað lögfræðina. Heimurinn er flókin, hann er búinn til ótal litlum múrsteinum en þið getið gert ykkar múrstein fallegastan. Gangi ykkur vel í framtíðinni. Takk fyrir Ríkharður, þetta voru heldur betur góð orð fyrir okkur. Ýmislegt að taka allana með sér. Já,
nú ég svo vön að hafa tölvufólk að hjálpa mér að ég alveg orðin svo tíni í alltaf músinni, þannig að Dalía þarf að koma aftur. Heyrðu, næst á dagskrá eru Þórunn Sigurðardóttir og Gústaf Adolf Hermansson sem að koma frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. En það var mjög ánægjulegt að þau voru með okkur á ráðstefnunni og þau ætla að segja okkur svona hvað lifir eftir og hvað eru við að gera í þessum málum sem að þið kannski sáuð á ráðstefnunni. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Mér langar nú bara að byrja á því að óska ykkur til hamingju með þessa frábæru ráðstefnu sem er búin að vera hér undanfarna daga og þið sem að stóðuð að henni og áttu ykkar þátt í að fá hana hingað til landsins vil ég bara þakka kærlega fyrir og þakka fyrir ykkar framlag til fræðslu innivist. Þannig að það er rosalega mikilvægt fyrir okkur sem að búum í þessu litla landi að við tökum þátt í alþjóðasamstarfi og við sækjum þekkingu erlendis. En það sem var hér í gangi, það var að nú komu erlendir sérfræðingar til okkar og það gaf þá okkur tækifæri og sérfræðingum hérlandi tækifæri til að taka þátt sem að myndu kannski ekki hafa farið út. Og það var líka gaman að fylgjast með ungu sérfræðingunum okkar sem jafnvel tóku sér hlutverk tímavarðar og tæknistjóra og þetta er náttúrulega rosalega gott tækifæri og mikilvægt fyrir þau sem eru að stíga sín fyrstu skref jafnvel sem sérfræðingar. Þannig að bara virkilega mikilvægt að fá svona stóran og flottan viðburð hingað til okkar. Mér langar aðeins að fara yfir nokkur atriði svona sem að stóðu upp úr hjá mér og svo tekur Gústafi og kannski fer aðeins meira í dýptina. En á opnunarhátíðinni í Hörpu að þá var einn sérfræðingur sem að hendi fram að nýjar byggingar, það stæði sig ekki nógu vel almennt hvað varðar innivist. Jafnvel þó að það uppfylltu gildandi reglugerðir og staðla. Og að við þyrftum meiri metnað og hreinlega að gera betur. Og nú erum við hjá HMS einmitt í þessum sporum að endurskoða byggingareglugerðina og þá veltir maður sjálfsögðu fyrir sig hvernig gerum við betur. Og ef við skoðum innivistina að þá eru margir þættir sem að hafa áhrif á hana, svo sem hljóð og loftgæði og ljós og ýmislegt annað. Og það er engin ein ríkislausn sem hægt að setja í reglugerð þannig að innivist sé og kröfur innivistar og gæði innivistar sé uppfyllt fyrir öll mannvirki. Þannig að við þurfum líka að útfæra leiðbeiningar og síðan erum við háð því að hönnuðir þeir fullhanni mannvirki með tilliti til þessara þátta og samspili þessara mismunandi þátta. Og þá þarf þekkingu og metnaðinn og tryggja að það sé til staðar samfélag eins og þetta þar sem að þekkingarmiðlunin getur átt sér stað og bæði til þess þá að sækja þekkinguna og viðhalda neistanum, þessum svona sérfræði neista sem svo mikilvægur til þess að það sé metnaði fyrir hendi til að gera vel. En svo vitum við líka að hönnuðir þeir sitja ekkert endilega með ákvörðunarvaldið þegar kemur að kostnaði og þá þurfum við að huga að hvatanum fyrir verkeigandan hverju sinni og þetta var nokkuð sem var líka nefnt á opnunarhátíðinni í Hörpu. Það er þetta samspil milli fjárfesta, hönnun og framkvæmd, eigendur mannvirkja og notendur mannvirkjana. Hvernig tryggjum við að byggt sé með velíðan notanda í fyrirrúmi þegar hann þegar hann er aftastur í röðinu og hefur í raun kemur ekkert að byggingaferlinu.
Og þetta erum við hjá HMS að skoða með tilliti til byggingagalla meðal annars og hér þá líka tækifæri til þess að skoða hvernig megi tryggja að sá sem hefur peningavaldið hafi hvata til þess að byggja vel með tilliti til innivistar. En aðeins þá aftur að reglugerðinni og leiðbenningunum að endurskoðun á byggingarreglugerðinni núna, hún snýr meðal annars að því að gera hana meira markmiðsetta þannig að hún gildi fyrir öll mannvirki og gefi þá auki rými fyrir nýja þekkingu og nýsköpun og samhliða þarf þá líka að auka við leiðbenningar sem geta átt við mismunandi mannvirki. Og ég held að flestir hér inni þekki RB-blöðin sem að eru aðgengileg og ókeypis á vefsíðu HMS og nú eru búin að opna gátt þar sem að sérfræðingar geta melda sig inn og tekið þátt í að gera RB-blöð og benda á hvað þurfi að búa til leiðbenningar Þetta á líka við leiðbenningar við byggingarreglugerðina. En það er mjög mikilvægt að sérfræðingar, ekki síst sem búin að sitja hér í nokkra daga og hlusta á innivist og ná sér í þekkinguna, að þeir taki þátt í þessari vinnu með okkur. Og þá ætla Gústaf að fara aðeins meira á dýptina. Já, komið sæl. Ég ætla svona aðeins að segja ykkur frá því sem ég sá. Það var á hlaupum hérna milli atriða og margt áhugavert, erfitt að velja stundum. En svona var með þau gleru bara að reyna svona lesa salina. Hvað er að gerast? Hvað er verið að skoða? Og þá að svona speklaði við hvað eru við að gera? Hvað eru götin? Svona aðeins að reyna að horfa á þetta. En ég náttúrulega hef bara þessi 2 augu hérna sem að fóru sko, þannig að mann vantar ennþá að fá bara frá þeim sem voru á ráðstefnunni þeirra upplifun og hvar sóknarfærin okkar eru. Þannig að þetta eru svona dæmi það sem var verið að skoða og loftgæðin voru mjög hátt skrifuð. Virkni náttúrulegra loftræstingar komið pínu ávart að bara margar rannsóknir tengdu því og verið að búa til bara hermilíkön, tölvugerlíkön til þess að herma eftir flæðinu og jafnvel vindgöng, gerð lítil módel og húsin sett í svona vindgöng og í prófanir. Og þetta er náttúrulega í tengslum við þessa endurgerð bygginga að það var alveg gegnum gangandi að það er allir að díla við það að vera að gera upp húsin sín og vera með hús án vélrænnar loftræstingar og þess aftar, sjúkrahús og skólastofnanir. Við þekkjum það öll, þann slag og einnig var umræða vélræna loftræstingu, hvaða áhrif það hefur bara á smitleiðir og á flutning agna rýmin sem kom á í opnunar fyrirlestrunum, hvernig þetta er að berast og hvaða áhrif þá vélræna loftræsting hefur á það. Það er áskorunir hjá öllum í skólum, hjúkrunarheimilum, leikskólum, það sem að við erum náttúrulega með fólk sem að við segjum þeim að eiga að vera þarna, þau geta ekkert farið. Þannig að við þurfum að tryggja að þetta sé í lagi. Það er útgóðun efna, hvað áhrif það hefur á heilsu, ný efni, endurunnin, vistvæn, öll sú flóra. Það er áskorun þar og við hvað hitastig er þetta að gerast og þetta hangir allt náttúrulega saman, hiti, raki og þetta loftflæði. Þannig að það eru fjölmargar rannsóknir bara heilt yfir í gangi milli landa í þessu. Hönnun og heilsa, ljósvist og líðan, loftgæðin og áhugaverð rannsókn útsýnið, hvað áhrif útsýni hefur á líðan, andlega líðan. Bara veggur fyrir framan, 1 tré eða gras og dönsk rannsókn. Þetta sýndi sig að þetta hefði mikil áhrif að hugsa umhverfið. Það er ekki bara, þú sem inn í byggingunni, við horfum út úr henni, það hefur áhrif á okkur líka. Orkunýtnin og sjálfbærnin, það er ákveðin svona pínu tónn í áhættum þar. Við erum að minnka orkuna sem við notum. Erum við að ganga aðeins á aðra eiginleika sem hafa kannski virkað í 20 ára, svo útþotnun. Þannig að kannski meiri rakaskemmdir í ákveðnum hústýpum út af þessu. Þá þurfum við að hafa þetta í huga í endurgerð húsa.
Þetta áskorun fyrir hönnuði og byggjendur að vera meðvitaðir þessi áhrif. Og frammistöðugreiningar, svona verið að skoða þá þessa innivistall þætti, tengslu við hvernig líður fólki, hvernig gengur því að lesa og bara, þetta var svona bara nokkrar rannsóknir á hjúkrunarheimilum og sjúkrahúsum með þetta í huga. Og hjúkrunarheimilis rannsóknin sýndi að það voru bara bein áhrif við heilsu ef það var bara of lítið lýsing eða eitthvað. Og það var ekki bara andlegt, það var líka heilsutengt. Þannig að það sem maður sá sem er gaman að bara aðeins svona horfa á rannsóknarsamfélagið sem búið að vera hérna síðustu daga, hvernig þau eru að fungera innbyrðis. Og það náttúrulega bara tilgangurinn að fá speglun á sína vinnu og svona backup eða rétta sig af út af einhver vilsum stað og tengja sig inn á aðra. Það verða til einhverjar afleiður rannsóknir menn tala saman og það var alveg tilvikað sem að var bara verið að biðja aðstoð, bara getið hjálpað mér, ég bara einn í þessu verkefni eða ein. Og þannig að þetta var mjög jákvætt umhverfi allt og bara frábært að sjá og einnig það var líka að talað hvar er rannsóknarskuld, hvar eru götin sem við þurfum að fylla upp í og vera að ræða það. Og við sjáum bara myndinni flóruna af þjóðum sem var, þannig hvað þetta verðmætt að geta speglað svona þvert yfir öll höf. En svo við þurfum alltaf að vera eitthvað sér. En alveg var bara beint loftgæði stofnana, skóla og sjúkrahúsa heim. Við getum tekið það bara beint til okkar og verið með þeim í því, fylgjast með hvað við að gera. Svona það kannski þyrftum við að horfa á einhver svæði sem svona, kannski þá sem við tölum fyrst við, sem er svona svipuð veðurafbrigði eða eitthvað þess áttar álag sem getur áhrif. Þetta er bara svona rigningarkorti yfir Evrópu, bara svona til þess að gefa glimps á einhverja staði, hvernig þetta tengist. Og það er þetta hönnun mannvirkja með heilsuna í huga. Það er áskorunni þar hjá okkur, við þurfum bara bæta okkur, það er bara þannig. Til þess að þetta gerist líka þurfum við að vera með og við þurfum að taka þátt, nýta þekkinguna sem liggur þar og við komum með hana heim og segja öðrum frá. Og sem verðmætt fyrir okkur er að segja svona rannsóknarsamfélagi okkar áskorunir, þess að sér íslensku bara eru þið með eitthvað vinkil sem við getum skoða, bara fá speglun. Og þá var ég svona aðeins að spá hvað er verið að gera núna eða hvað er áformað, og við eigum mjög marga flotta sérfræðinga á íslenskum markaði, mikla þekkingu og reynslu. Og gera leiðbeininga fyrir mannvirkjaiðnaðinn er gríðarlega mikilvægt. Og þá þurfum við okkar besta fólk til að standa saman og hafa með sem aldrei getur þetta eitt út í horni. Það þarf alla. Þetta er þvert á alla múra og girðingar og allt. Þetta er bara, við erum ekki það mörg að við þurfum bara að vera eitt teymi. Þannig að það er það sem HMS til dæmis þarf og við öll til þess að gera. Og verkfærin sem eru bara núna beint til en fullt annað í bígerð, en það er að fara í gegnum RB-blöðin með leiðbeiningar. Þá er þessi gátt, til dæmis hægt að nýta hana, senda inn eitthvað tillögur og að blöðum eða einhverju annarri leiðbeiningagerð og það er hægt að nýta ASK rannsóknarsjóðinn, sækjum þar til þess að koma sér að staði í einhverja rannsókn. Þetta er bara svona dæmi búið að gefa út núna, svo er komin 4-5 blöð sem eru hérna megin á skjánum. Að við erum hægt að telja niður í vikum, heldur við að telja niður í dögum hvernig við förum að gefa þetta út. Þannig að það er fullt að gerast, og mörg hafin og svona. Svo er eins og við þurfum að gera með RB-blöðin er að kalla á ykkur sérfræðinga hérna til þess að hjálpa okkur með þetta í rýni eða skrifa, svo við séum með allt nýjustu þekkingu á hverjum tíma í boði. Þetta var gegnumgangandi fannst mér hjá öllum. Bara ef við ætlum að tryggja góðar heilsusamlegar byggingar, undirstöðuatriði fræðsla. Og það var bara síendur tekið í gegnum allt, fræðsla á öllum stigum. Allir hönnuðir og iðnaðarmenn og allt saman. Og
þá þegar allir voru samsekir að þarna þarf að taka á og ekki síst við koma þessu vel á framfæri. Þannig að þetta var svona það sem að helsta sem að maður sá og þetta náttúrulega setur eftir. Við þurfum bara fræðslu, við vitum fullt, við þurfum bara að koma því út. Takk fyrir okkur. Já. Ég kom með 12 aðstofamönnum hérna. Takk Þórunn og Gústaf, það ótrúlega gaman að ótrúlega gaman að því að venjulega hefum ég og Heiða kannski verið 2 á þessum ráðstefnum síðustu 10-15 ár og maður hefur aldrei getað speglað sig við neitt. Þetta verður allt annað núna. Maður getur speglað sig hvað við sáum og hvað við vorum að upplifa. En næst á dagskrá hún Dórótea sem var einmitt með erindi á ráðstefnunni, ritrýnt erindi, mjög spennandi. Og sumir sögðu sem voru í salnum þegar Dórótea var að flytja það að þetta hefði verið áhugaverðasta erindi á ráðstefnunni, örugglega því að það var svona sér íslenskt og að því Dórótea er svo frábær. Gjörðu svo vel. Guð. Halló. Bara þessi hana. Eitthvað þessu hérna sem ég veit ekki hvort það virkar þetta eitthvað. Ég veit ekki. Þetta virkar. Gekka. Hæ. Halló, ég heiti Dórótea Haug Sigurðardóttir og ég er lektor í byggingaverkfræði upp í Háskóla Íslands. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessari rannsókn sem ég er að vinna í samstarfi við hann Arnar Björn sem er hjá Exa Nordic og Hávar var nemandi hjá okkur í þessu verkefni og þetta verkefni var styrkt af ASKI, sem styrkt af HMS. Þetta er svona stutt yfirlit og fyrstu skref í þessu verkefni. En það er ekkert rosalega langt síðan að ég kom tilbaka til Íslands, ég er búin að búa lengi í útlöndum og mér fannst ég heyra svona 3 þemu í íslenskri umræðu byggingar. Mér fannst vera þessi mikla svona vitundarvakning, aukintíðni og eða áhrif af raka og mygluvandamálum í íslensku byggingum. Við vitum ekki alveg hvað af þessu það er eða allt í einu kannski. Svo fannst mér ég heyra aukna kröfu betri orkunýtni og forgangsröðun í orkunotkun sem er allt annars eðlis heldur en orkunotkunar og orkunýtni pælingarnar erlendis en það er samt við sjáum þessar skýrslur til dæmis frá hitaveitunum að það mun verða erfiðara að anna þeirri eftirspurn sem að þeir eiga von á. Þannig að það kemur inn og svo náttúrulega er þessi umhverfis áhrif bygginga það sem hefur verið mikið áhersla á kolefnisspor en það sem ættum kannski að vera að horfa heildrænna á hlutina. Svo er annað svona til þess að hlusta aðeins á það sem Ríkharður er að segja hvaða efni séu best að nota. Það voru svona einnig pælingar sem ég hafði var að hugsa hvort er betra að nota efni eins og steypu þar sem stærsti hlutin er úr efnum sem koma héðan eða finnst okkur betra að flytja allt timbrið inn. Þannig að það er svona, hvað er best? Þannig að okkur langar að svara spurningunni hvernig henta algengar íslenskar útveggjagerðir íslenskum aðstæðum þegar litið er til orkunotkunar, kolefnisspors og rakabúskapar. Það var svona hugmyndin og ég ætla ekki að svara þessu spurningu í dag. Ég ætla að sýna ykkur þau skref sem við erum búin að taka til þess að reyna að svara spurningunni. Þannig að við byrjum á því að skilgreina 4 útveggjagerðir. Við tókum bara gamla íslenska útvegginn, steyptan með frauðplasti að innan. Hérna er svo steyptu veggur með steinulla utan og loftuðu bili. Hérna er KLT veggur einangraður á utan og svo sumarbústaðaveggurinn, timburgrindar húsið. Og við byrjum bara á að skoða U-gildin, svona sem einhvert mat á orkunotkun. Við vorum bara að pæla í veggjunum. Við erum ekki að pæla í heilum húsum, við erum að pæla bara í veggnum og í raun og veru bara í einvíðu flæði gegnum vegginn. Þannig að sjálfsögðu eru alls konar smáatriði sem að tínast þar en hér erum við bara að reyna að skoða og bera saman veggina. Og þá sjáum við bara að þessir veggir eru á mjög svipuðu róli hvað varðar
auðgildi, KLT kannski með örlítið lægra auðgildi. Svo væri líka mjög gaman bara að taka mjög góða umræðu það hver munurinn á útvegg og léttum útvegg og erum að meina eigin þyngd eða erum að meina marmarýmd eða hvað þýðir léttur og ekki létt eða já, það væri mjög áhugaverð umræða eftir tímann, það ekki tími þess núna. Uppsprettur raka í byggingum, venjulega tölum við að við erum með eitthvað uppsprettu og ég byrst afskoðan þetta glæra frá því á ráðstöfnu, þannig hún ensku. Við erum með uppsprettur raka innanfrá, þess að fólk fer í bað og eldar og andar og svitnar. Við erum með uppsprettur utan, við erum með allt slagregnið og allt það. Við erum með leka og einhver óhöpp og svo erum við með raka sem við byggjum inn og sem þarf einhvern veginn að þorna út úr byggingunni með 10 tíma. Við erum ekki komin lengra en svo að við erum bara að kíkja á það sem kemur að innan. Og við fórum og skoðum raka álag innan í húsum og öðrum köldum svæðum, skoðum Finnland, Svíþjóð, Grænland, Kanada og reyndum að gera grein fyrir þeir staðlar sem eru í notkun í dag og sem eru þeir staðlar sem við eigum að hanna eftir á Íslandi í dag, gilda þeir, þau líkön eru búin til einhvers staðar í Evrópu. Gilda þau á Íslandi og já, okkur fannst við sjá að við gætum nýtt þessi líkön, það sem við sjáum í Norður-Finnlandi, Norður-Svíþjóð, það eru svona svipað raka álag, þannig að okkur fannst við svona nokkuð örugg í því, þannig að þá gátum við fara að búa til einhver randskilyrði fyrir einhverja analýsu. Þannig að við gerum ráð fyrir að vera 22 gráður inni, við notum útihitastig og hlutfallsraka, mánaða meðaltöl bara frá Veðurstofunni í Reykjavík frá 1948 og svo reiknum við hlutfallsrakan fyrir innan vegginn með þessum ISO-líkönum. Svo gerðum við mjög einfalda reikninga, þetta aðferð Glasers sem notuð til þess að meta hætt og þéttingu. Þetta ekki mjög nákvæm aðferð en hún þykir henta ágætlega til samanburðar. Þannig að við getum sagt, með þess að við getum reynt að flokka hluti en við getum ekki sagt að við getum reiknað út nákvæmlega hver þéttingin Þannig að þetta bara fyrsta skrefið. En það sem að gerir í rauninni að maður reiknar út þetta raka þetta mettunarþrýstingurinn, það rauðalínan og bláa línan þá í raun og veru raunþrýstingurinn reiknaður fyrir eitthvað ákveðin randskilyrði. Þetta reiknað fyrir frekar erfið randskilyrði með -2 gráður úti og 80% hlutfallsraka og 40% hlutfallsraka inni og 22 gráður. Það töluvert mikið raki inni hérna. Og þegar við berum þá saman það sem við reiknum og við þennan mettunarraka, þá sjáum við að íslenski gamli útveggurinn, hann sá sem að sýnir þegar rauða línan fer niður fyrir bláu, þá hætta á rakaþéttingu þar í sniðinu. Við sjáum það í hinum sniðunum, þá fer rauðalínan ekkert niður fyrir bláu. Þannig að það á í raun og veru að vera í lagi. Við gerðum þessa útreikninga fyrir alla mánuðina frá 1948 og þangað til einhvern tímann í janúar á þessu ári og reyndum að skilja hver væri í raun og veru hættan á rakaþéttingu. Og þið sjáið, það 2 hluti sem ég veist áhugaverðir. Annars steypti innan greinan, hann hérna alveg við núllið. Leðan hann fyrir upp fyrir 0, þá erum við farin að safna raka. Og meðan við erum fyrir neðan núllið, þá erum við ekki að safna, þá erum við líklega að þurrka. Okay? Þannig að hann hérna alveg við 0, hann fer ekki yfir, þó við sjáum það mjög illa. Annars sem áhugavert að sveiflurnar eru miklu meiri í þessum 2 bæði steypta sem einangur utan og KLT-vagnum sem með loftbili og klæddir utan. Það eru meiri sveiflur. En í raun og veru í þessum samanburði þá stendur steypti veggurinn sem einangraður utan sig betur heldur en hinar gerðirnar. Það engin uppsöfnun að raka í neinum af þessum veggjum. Kolefni sport. Okay. Allt í lagi. Okkur langaði til að skoða kolefnissporið og við komumst ekki lengur en að skoða bara þessar fyrstu
hluta í venjulegri LCA-greiningu, þar sé bara frá vöggu að hliði, hvað heitir það, cradle to gate. Og við, og það var mjög mikið bara því það er erfitt að finna gögn þetta, og það er mikil vinna líka, og oft þarf að velja, það þarf að velja sér framleiðanda og það velja, þetta er erfitt að gera þetta og þú vilt reyna að gera grein fyrir einhverju markaðsgildi, þú veist að þetta verður svo sértækt fyrir einhvern ákveðið vegg. En aftur, ef við erum bara að gera samanburð, þá getum við séð að KLT-veggurinn er með langlægsta kolumnusporið hér á þessu lífskeiði miðað við hina. Og þá getum við fara að hugsa, allan fyrir mig sem byggingaverkfræðing, á ég bara 2 mínútur, 1 mínútur er ég alveg að vera búin, ok. Sko, viljum við, KLT er með rosalega mikið kolefni, innbyggt kolefni, sem þýðir að við getum notað í raun og veru sem kolefnisbrunn, við getum geymt kolefni inn í veggnum. Og við þurfum að taka ákvörðun það. Er það eitthvað sem við viljum? Flytja inn meira timbur til þess að geyma í því kolefni? Skiljið, hér er í raun og veru meira af efni betra. Og það er svona svolítið þvert á verkfræðilegar, svona allan að ég á svolítið bátt ennþá þar. Hérna er samanburður við það sem var gert hérna í vegvísinu mannvirkjagerð. Það sjáum við náttúrulega að timbriðni líð er betra hérna í byrjun og verra í lokin. Svo langar mig til að draga athygli ykkar hérna að þessari grænlensku rannsókn, þar sem var gerð svipuð stúdía vistferilgreining á 4 mismunandi veggjum. Í raun og veru mjög svipað og það sem mig langar til að gera hér. Og það sem þeir komast að það er bara betra að gera upp gamla steypu heldur en að byggja nýtt, alveg sama hvað þú byggir. Og þeirra umræða er bara áhugaverð að því hún er svo svipuð okkar, eigum að flytja inn timbur eða eigum að vera betri í að búa til vistvæna steypu. Þannig að þetta er eiginlega það sem ég langaði til að segja. Þetta er bara byrjunin á þessi rannsókn. Ég vona að ég get fengið tækifæri til að segja eitthvað meira frá þessu seinna. Takk fyrir. Takk innilega fyrir, Dórótea. Er einhver sem að treysta sér til að, ef er einhver með spurningar og með að við erum að skipta yfir? Já. 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 Ég fekk spurningur og segði bara, er það að setja einangrun utan á og fer þetta ekki bara allt í myglu hjá okkur og hvað er í gangi? Og ég skildi eiginlega ekki alveg spurninguna. Ég fekk útskýringu hjá Birni Martinsinni eftir á og hann sagði, hún heldur að þú sért ekki með loftað bil. Hún hélt ég væri bara með allt klest saman og enga loftun. Þannig hún var bara leið þetta blotna, þá fyrir þetta bara alveg. Og að þau væri bara að byggja svona veggi og enga einangrun. Og ég veit ekki, mér fannst það mjög skrítið líka. Ég tengi ekki vel við hvernig það verður á Íslandi. Það var líka bara, ég meina, all fasteignagjöld, allt er á brúttó. Þú veist, bara. Já. Já, ég er sammála. Heyrðu. Já? Já. Takk fyrir. Við fengum þetta verður þessa greiningu sem við fylgum eitthvað á. Já. Sömuleiðis búin stíla, en við vorum ekki fást til skoðum, sko. Við vorum engar á þessu í Danmark. Núna þessu að skoðum. En þegar við sögum að þessi verður var óheimilið, þá fengum við út náttúrulega þessu út. Það er ekki líkur á því að það verður mikið rakaðesting innan á veggnum. Ekki síst vegna þess að út að reyna með 40% relatíma raka í við. Það er mjög mikla raka í fjöld sem yfir ekki til á Íslandi. Kemur til þau, þetta er útlendingar, þetta er fyrsta húsa blómum og röpa hverju degi. En þetta annað sem við sögum, þetta er ómúlega veggur, þess að myndast í þingum og springur á því. Man er bara kert og gætt bænum, þetta kert ennþá, sé vitir en allra á sprungunum. Þú getur ekki laga þetta, þetta er einasta ári, koma settur, þetta er ekki fastur. Þetta er alltaf að gera við þessu hús, þessum sögum þetta er ómúlega veggur. Alltaf að
Glaser er algjör bara byrjunar stig, sko. Og tekur bara þetta álagað inn hún. Nei, rétt. Nú verð ég að taka af ykkur orðið. Þetta svo spennandi, við getum verið hérna allan dag og ég lélegasti tímavörður í heimi, sé ég, vegna þess að ég gleymi mér yfir erindunum. Þannig að ég búin að fá hérna hjálparhellu sem bæði að hjálpa mér í tölvu og tímavörður hérna. Af því að við þurfum að vera svolítið ströng. Ég óskaði eftir og takk ykkur fyrir að koma að vera með 7 mínútna örerindi en við erum sko heldur betur búin að þannig að 7 mínútur það hérna í frá, ströng tímavarsla. Takk fyrir Dórótea. Og næsta dagskrá hún Kristín, bráðalæknir, sem ætlar að segja okkur frá tengslum umhverfis við heilsu og byggða umhverfinu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég hafði reynda verið beðin 10 mínútur en ég geri mitt besta. Ég tala bara fyrir hratt og langar bara til að segja góðu gesti hvað gaman að vera með ykkur hérna í dag og til hamingju með frábæra vísinda og úrlausna ráðstefnu. Mér langar að byrja á að spyrja ykkur hvað snerist ráðstefnan fyrir ykkur? Fyrir mér þá snerist það hvernig umhverfið hefur áhrif á líðan okkar á heilsu og hvað við getum gert til að bæta úr. Og þetta viðhorf ekkert nýtt, þó að manni finnst að stundum hafa gleymst á 21. öldinni varðandi manngert umhverfi. Og því fagna ég allir þeirri góðu vinnu þeirra sem koma að þessari ráðstefnu. En Hippókrates, sem talinn faðir læknisfræðinnar, hann lagði einmitt mikla áherslu á áhrif umhverfis á heilsu fyrir 2500 árum. Hann fullyrti að heilsa og veikindi væri mjög háð mataræði og umhverfi, óviðeigandi mataræði og aðrir umhverfisþættir gætu komið að stað ójafnvægi og valdi sjúkdómum. Og læknishjarta mitt hefur alltaf slegist í forvörnum og heilsueflingu, alveg frá því í læknisfræðinni. Og ég ólst upp í Buffalo og þarna eru Niagarafossarnir og mér hefur alltaf fundist miklu skynsamlegra að koma í veg fyrir að fólk fari niður fossinn. Sem sagt, betra að vera fyrir ofan fossinn með betri líðan og heilsu en að lenda í veikindum og vera sífellt að fást við vandan eftir að hann orðinn á sjúkdómi og fólki fari niður fossinn. Þetta örlítið myndbrot af mínum bakgrunni sem skýrir mína sýn. En mér finnst slysa og bráðadeildir spegla samfélagi sem við búum í. Bæði það góða, hversdagshetjurnar og fegurðuna í fólki, en það líka svo margt í samfélaginu sem við erum að skapa og byggja sem hefur áhrif á heilsu okkar og jafnvel að gera okkur veikari. Ég hef lengi haft áhuga á seglufólks, en strax þegar ég byrjaði sem læknanemi á sjúkrahúsum, þá vakti það athygli mína að sjá hvað það var misjafnt hvernig fólk komst í gegnum erfiðleika lífsins. Af hverju komast sumir betur í gegnum slys eða veikindi svipuð, en ég vissi það ekki þá að það héti raunverulega segla. En ég hef alltaf hort með þeim augum hvað við getum gert til að efla heilbrigði og seglu og trúi mér, það alveg ótrúlega margt. Þessi magnaði líkami okkar ekki greiftur í stein. Það svo margt sem við getum gert til að hafa áhrif á hann. Og hann til dæmis sífellt að meta umhverfið okkar á hverju einasta sekúndu broti. Við erum mikla skynverur, við sjáum, við heyrum, við finnum bragð, við finnum lykt, snertingu, hita, kulda, sársauka fyrir stöð okkur í rýminu. Við erum alltaf að skynja líkamann okkar á hverju einustu sekúndu og bregðast við. Og þetta alveg ómeðvitað. Líkamskerfin okkar að sjá þetta fyrir okkur. Við notum taugakerfið til að skynja og bregðast við og hvernig að breyta stillingum okkar og viðbrögðum með það sem verið að skynja. Og hann notar hormónakerfið og sendir boðefni og hormón með blóðinu til að hafa víðtæk áhrif og meðan ónæmiskerfið okkar alltaf að takast á við ógnir, aðskotaefni, sýkla, meiðsli, hreinsa krabbameinsfrumur, allskorum og bregðast við, svo tala öll þessi kerfi okkar saman og að hafa áhrif á hvort annað. Og því til viðbótar við hreinlega búin til í alvörunni úr umhverfinu okkar, úr því sem borðum og drekkum og öndum að okkur, það sem fer á húðin okkar, hluta því frásóast inn í líkamann og til dæmis loftið sem við öndum inn í okkur með öllum þessum ögnum og öllu sem fer í gegnum lungun. Ef við myndum fleta út lungun, þá væri það eins og tennisvöllur sem alltaf þá í samskiptum við umhverfið okkar og eindir og agnir að fara þar inn og út.
Og við erum að taka inn loft á hverjum degi, allt frá 4.000 til 12.000 lítrum og þetta alltaf, allt umhverfið okkar að hafa áhrif á okkur sem hefur svo áhrif á náttúrulega líðan og heilsu okkar. Og við erum í raun og veru órjúfanlegur hluti af okkar umhverfi. Eins og þessi mynd táknar, þetta er Vitruvísmaðurinn eftir Leonardo da Vinci frá cirka 1490 sem sýnir æðri tengsl milli mannslíkamanns og alheimsins við sitt umhverfi í víðustu merkingu. Og þetta er ein frægasta mynd í heimi. En vitið hver Vitruvíus var? Vitruvíus var rómverskur arkitekt og verkfræðingur sem var uppi fyrir rúmlega 2200 árum og hann skrifaði Die Architectura 10 bókaverk byggingalist og hún er álitin fyrsta bókin arkitektúr. Og hann sagði að allar byggingar ætti að hafa 3 eiginleika, styrkur, notagildi og fegurð. Og þá verði ég að minna á þessa bók eftir arkitekt Beauty, Neuroscience and Architecture. Fegurð og taugavísindi og arkitektúr. Þetta er allt saman tengt og mikilvægt. Og ég alltaf á enn við í dag og ég myndi vilja bæta við heilnæm og vistvæn í þá upptalningu. En það mætti líta á þessa mynd sem nútíma útgáfu af Vitruvísmanninum sem sýnir tengsl okkar við heiminn og það má eiginlega ganga lengra og tala jafnframt heilsu okkar umhverfi og DNA. Við sem einstaklingar höfum ákveðin grunn sem eru genin. En svo er það umhverfið sem hefur áhrif á mót okkur og hvaða boðefni fara í blóði og hvaða raftaugaboði við erum að gefa á milli, sem hvaða skilaboð fara inn í frumurnar og inn í kjarnan og hafa áhrif á hvernig genin eru lesin og hvernig þeir eru tjáð. Þannig við erum ekki greift í stein eins og fyrst var haldið og heldur er það umhverfið sem hefur þátt í hvernig genin eru tjáð sem hefur svo áhrif á heilsu okkar alhliða heilsu. Þannig að er engin skipting hérna á milli andlega og líkamlega. Þetta er allt ein heild, alhliða heilsa. Þetta fer algjörlega saman. Og það er þannig að nú kem ég að þessum tímum sem við lifum að á vaxandi tíma lífsstils og samfélagssjúkdóma sem á sitja þarna uppi, þá er í rótina allt þetta sem við erum að gera og hvar við erum og hvaða áhrif við verðum að hafa á okkur, þá er birtingamyndin sem kemur fram síðan í lífstilssjúkdómum. Og þetta er svona íslenska útgáfan með svolítið minni tré og sama á íslensku en það er svo margt sem byrjar í rótunum og hefur svo áhrif á hvað birtist. Og þetta er mesta ógn í nútíma samfélagi, ekkert bara hér heldur allstaðar og þetta er náttúrulega það sem við viljum koma í veg fyrir. Heilbrigðiskerfin eru eins og gatastriktarinn að ráða við þetta á meðan þetta eykst og við berum ábyrgð og það eru gífurleg tækifæri í að gera betur. Ég verð að minna náttúruna, hún var alveg ignoreruð á síðustu öld en það eru vaxandi vísindi hvað náttúrun skiptir okkur máli á allan hátt að sjá hana, finna hana, að taka þátt í heilbrigði náttúrunni, að hafa hana inn í húsunum og að tengjast betur utandyra, mikið rannsóknum til í það með miklu betri heilsu fyrir þá sem vilja tala andlega og líkamlega, þá er það fyrir hvoru tveggja. Ég vil ganga svo langt að tala náttúruleysi í því sambandi, það er áhættu þáttur fyrir heilsu ef við slitin og tengslum við náttúruna og það er þannig að það er mín þýðing á NDD, Nature Deficit Disorder sem var byrjað að tala 2006. Minni bara á það í okkur umhverfi, við höfum haft svo mikið og reikna með að við hefðum alltaf áfram að góðan aðgang á náttúruna en við erum langt fyrir neðan önnur OECD ríki hvað þetta varðar og í lokin minn á líkamsklukkuna okkar sem þau fengu Nóbelsverðlaun, þetta er svo mikilvægt 2017, öll þessi atriði í umhverfinu hafa áhrif á stillingarnar okkar og hún hefur áhrif á að við fungerum sem allra best. Alla lífur eru með þetta og það skiptir máli bara að fá bláuljós á morgnana, slökkva melatonín, farin í daginn og fá infrarauða til að vera orkuna í hvatberinu og svo framvegis. Það mætti lengi telja og við verðum bara að hafa þetta í huga hvernig við viljum hafa okkur umhverfi, hvaða áhrif við viljum að hafa á okkur og með þessu ætla ég að þakka fyrir mig. Er ekki komin hingað? Ég var að reyna að koma til niður svolítið, ég vissi að tíminn var að styttast. Takk fyrir Kristín. Við gætum verið einmitt í allan dag að tala þetta. Og það er eiginlega bara algjörlega við hæfi að sjá hver kemur næstur og það er hún Ásta Logadóttir frá Lotu. Mér einmitt sérfræðingur í dagsbirtu
og öllu því sem þar við kemur. Og hérna, gjör svo vel Ásta. Viltu það þetta eða svona? Já. Tek bara hérna. Heyrðu, já, mér er ótrúlega gott að koma eftir Kristínu. Takk fyrir þetta, hérna góða undirbúning. Hérna, ég ætla sem sagt að taka bara aðeins fyrir, taka svona aðeins meiri dýptina, þegar Gústaf og Þórunn komum með svona, bara svona yfirlit, en hérna, ég ætla að taka samantækt úr vinnustofu og almennt fyrirlestra frá Healthy Buildings aðstöfnunni, sem mér fannst rosalega gefandi. Ef við byrja bara á vinnustofunni, þá var þetta einstaklega góð vinnustofa af því að ég var sjálf að sjá hana með öðrum góðum aðilum. Við skoðum sem sagt í rauninni dagsljósa kröfur á Norðurlöndunum og bara innleiðinguna, eða áskoranir við innleiðingu á Evrópustaðli sem snýst að í rauninni að hafa dagsljós, sólarljós, glýju og útsýni. Og þessi Norðurlönd eru búin að prófa sig við hennar staðal og við erum öll búin að lenda í áskorunum. Þannig að við ákveðum að bara kynna hvernig staðan er hérna hjá þessum mismunandi löndum. Ef við byrjum bara á Danmörku, þá eru þau með byggingarreglugerð sem heitir BR18 og svo eru þau líka með reglur húsnæði vinnustaða. Þetta sem við tókum það var svona okkar tilfinning. Helle frá Danmörku, henni fannst að það er yfirleitt skoðað dagsljós á skipulagsstigi, eða oftast, og svo þegar byggingarleyfi veitt, þá er það í flestum sveitarfélögum sem það er skoðað eitthvað dagsbirtu. Þegar kvartað er á vinnustað, þá er ekki gert neitt í því, þannig að þessi vinnulög eru bara svona svolítið upp á punt. Og sjálfbærni vottanir, það er eitthvað þær í Danmörku. Það er svona... Það er í mörgum tilfellum. Byggingarreglugerðin þeirra, hún snýr að því að hafa svona meta dagsljósið út frá í rauninni hvernig umhverfið er utandyra. Þannig að þau skoða í rauninni birtu magnið inn í byggingunum og þetta er aðferð sem er kynnt í þessari Evrópustælinum. Svo eru þau aukalega með þarna 10% glerflöt sem við erum með hérna á Íslandi, en maður þarf að taka tillit til umhverfisins. Svíþjóð, þau eru með BBR 28, eru að bara innleiða nýtt núna í þessum mánuði. Þar er dagsljósið metið oftast á skipulagsstigi í mörgum sveitarfélögum þegar byggingarleyfi er veitt. Það er sjaldnast verið að skoða þessar reglur húsnæði vinnustaða og það er mikið vottanir og það er oftast. Og svo er í rauninni þannig að þau eru að nota gamla aðferð sem heitir dagsljósastaðall eða daylight factor, dagsljósastuðul segi ég, og það er í rauninni, við ræddum það svolítið á vinnustofun, þetta er svolítið úreld aðferð. Hún tekur bara til yfirskíðas himins, þannig að hún virkar núna því það er rigning úti, en ef það er sól þá er ekki þetta með við þessa aðferð. Það var tekið út aðferðina gler með golfflöt sem við erum með hérna á Íslandi og það þarf ekki að meta fyrir öll rými. Noregur, þar er þessi í byggingarreglugerðin með TK17, það er engar reglur húsnæði vinnustaða. Dagsljósið er metið stundum á skipulagsstigi, byggingarleyfi í mörgum sveitarfélögum, það er aldrei kvartað af því að það er ekki neina reglur og sjálfbærnivottanir eru stundum. Þarna erum við aftur að sjá þennan dagsljósastuðul fyrir yfirskýjaðar aðstæður sem við sáum áðan að væri ekki og þarna erum við líka með gler á gólffleti aðferðina en hún er uppfærð í Noregi. Finnland, þar erum við með byggingarreglugerð og engar reglur húsnæði vinnustaða aftur. Þar erum við stundum að meta á skipulagsstigi, aldrei fyrir byggingarleyfi, aldrei þegar það er kvört á vinnustað og stundum eru sjálfbærnivottanir. Við erum þarna aftur með þennan 10% glerflöt eins og við erum hérna í Íslandi, en Finnar eru allavega með það forskot að þau þurfa að meta bil á milli bygginga, þannig að það er lágmarkað á 8 metra á milli, en almennt er það þannig að þú ert að hafa jafn langt á milli byggingana eins og hæðin á byggingunni sjálfri. Þannig að þar leiðandi tryggir og aðkomu dagsljós.
og svo komum við og rekum lestina. Við erum með byggingareglugerðina og við erum reglur húsnæði vinnustaða. Ég þekki ekki til þess að sé virkilega farið mikið eftir því. Ef að þið vitið önnur dæmi, þá var ég rosalega glöð að heyra það, þið með endilega leiðrétta mig. Skipulagsstigi, þá erum við ekki með þetta dagsljós, við skoðum skuggavörp, en það ekki dagsljós. Byggingarleyfi, það hefur ekki verið að skoða dagsljós, 10% glerflötur, það ekki dagsljós og það ekki mikið vitað kvartanir á vinnustað og það eitthvað sjálfbærnivottanir. Bergþóra kannski leiðrétti mig ef það mikið þetta, mín tilfinning. Já, en svona almennt í bygginga þá ekki, já, það tækifæri til að vera fleiri vottanir. Já, en það allavega, við erum með þetta 10% gler á golffleti eins og en við býðum ótrúlega spennt eftir það breytist. Þannig að ef við kíkjum aðeins á þessar aðferðir, bara ef við skoðum þessi nágrannalönd okkar, þá erum við almennt með þessar 3 aðferðir. Við og Finnarnir erum svolítið alveg í bara eldgamla daga með þetta 10% hlutfall á golffleti. Finnarnir aðeins framar okkur með þessi skipulagsákvæði sín. Svíar og Noregur, þeir eru síðan með daylight factor eða dagsljósastuðulinn og hann samt orðinn úreldur líka eins og var rætt í vinnustofunni. Og svo eru Danirnir mjög framalega. Ég þarf að tala mjög hratt. Þannig að ég ætla að segja ykkur að þetta þróunin okkar á Íslandi. Við, 1979 fengum við þetta 10%, við erum ennþá með það. Við höfum farið í einhverja aðeins breytingar, en við erum komin með í rauninni lélegustu útgáfuna, bara svona ef við lítum sögulega á þetta, en það eru til þessar tillögur sem eru búin að fara gegnum samráðsgátt og vonandi koma þær inn mjög fljótlega. Mér langaði að segja ykkur, eins og Gústaf kom inn á þarna með útsýnið, að það er búið að vera að skoða svolítið eða í þessum staðli, þannig Evrópustaðlinum, það eru að tala 3 útsýnislög, það himinn, það miðlag sem það byggingar eða náttúra og svo það grunnlag sem hérna næst. Og það í rauninni búin að segja fram á að það betra að hafa fleiri en 1 lag, það þarf ekki að vera endilega 3, en allavega fleiri en 1, en leið að komin himinn inn í þetta lag, þá bara allir ótrúlega hamingsamir. Og það hefur líka áhrif á upplifun dagsljós í byggingunni og svo það að hafa færanleg gluggatjöld eða fög til þess að mér langaði þess að bara segja ykkur af því að við vorum að tala að spegla okkur í fólkinu sem komið hingað. Þá langaði mig að segja ykkur að samræðina sem ég átti við fólkið voru á þá leið að það var bara, þau skilji ekki okkur við erum ekki í farabroddi. Við með þessar mikla breytingar í dagsljósa aðstæðum, þar sem við erum með dag allan sólarhringinn þessum árstíma og við erum með nótt næstum því allan sólarhringinn á veturna, að þá skiljaði ekki okkur við erum ekki í farabroddi og svo geta þau rekið lestina. Af því eins og þetta gert núna, þá eru við að reka lestina og þau eru að sjálfsögja ekki taka tillit til okkar. Þannig að þetta kom upp bara sem bara, af hverju þetta svona? Svo var líka áhugavert bara, ekki rosalega auðvelt að hafa verkefni hér sem leggja áherslu á lýsingu fyrir betri heilsu? Og ég sagði bara, nei, það ekkert rosalega auðvelt. En þeim fannst það bara fáránlegt með við aðstæðarnar okkar hérna á landi. Og svo var líka áhugaverð spurning hérna, ég segi þið góða nótt á sumrin, af því það ekki nótt þetta. Og þeim fannst bara fáránlegt að maður þurfti að kíkja á klukkuna til að tökja hvort það væri komið nótt. Og svo langar mér bara enda á bara það sem að Jennifer í rauninni, hún myndi okkur á hvað heilsa. Heilsa ekki bara að vera lasin, heldur það að bara að líða vel. Og hún bara í rauninni dráð það fram að bara við þyrftum í rauninni að bara hugsa það að fá rosa mikið af birtu yfir daginn og fá rosalega mikið af myrkri yfir nóttina. Og við munum ekki bara fá allar þessa miklu birtu í raflýsingu með því að drita upp endalaust af lömpum, það ekki leiðin til að fara. Við þurfum að fá meira dagsbirtu og við þurfum að gera þetta skynsamlega. Þess vegna mikið þörf á RB-blaðinu sem að koma og vonandi þessum breytingum í byggingarreglugerðinni.
sem við býðum spennt eftir. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir Ásta, innilega. Þarna sjáum við hvað mikilvægt að fagaðilar mismunandi. Kristín kemur hérna og talar líkamann og hvernig við tökum allt upp og skiptir öllu máli. Ásta kemur og talar ljósið. Við verðum að tala meira saman á milli fagaðila og skilja að byggingin ekki bara fyrir verkfræðingi eða smiði eða eitthvað slíkt heldur. Við verðum að gera þetta saman. En næst á dagskrá frá Verkís, hún Sunna, og hún ætlar að segja okkur frá endurnotkun á byggingarefnum. Er það ekki rétt hjá mér? Já, eða eitthvað. Gjörðu svo vel, takk. Hæ, ég heiti Sunna Líf og ég efnaverkfræðingur hjá umhverfisteymi hjá Verkís. Ég var reyndar ekki á ráðstefnu, þannig að frábært að fá smá svona örkynningu á efninu, en það er mjög mikilvægt. Ég ætla að tala aðeins annað heldur en við höfum verið að tala en ég ætla að tala lífkol og nýtingu þess sem byggingarefni eða íblöndunarefni í byggingariðnaði. Ég ætla kannski aðeins að byrja að tala bara mikilvægi vistvænna byggingarefna yfir höfuð. En það sjálfsögðu minnkun kolefnisspor eins og við vitum og gjarnan til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og framleiðsla mögulega ekki eins orkufrek líka samanborið við önnur byggingarefni. Svo mörg umhverfisvæn byggingarefni endurunnin eða endurvinnanleg og það auðvitað þörf á lausnum til að minnka magn af úrgangi til dæmis og til að nefna dæmi að þá það landeldið. Það framleiðsla næstu árin, næstu 10 árum ef ég man rétt á að aukast 105 til 125 kílótonn og það með tilheyrandi úrgangi að sjálfsögðu. Þannig að það ekki bara þörf á lausnum í umhverfisvænum byggingarefnum heldur líka hvernig á að nýta úrganginn frá ýmsum iðnaði. Einnig þetta stuðlað betri loftgæðum innandyra og gjarnan án eiturefna. Svo þau gjarnan endinga betri og þurfa minna viðhald og sem getur leitt að sér lægri rekstrakostnað. Að lokum vert að nefna fylgni við reglugerðir og vottanir, svansvottun og bréfa meðal annars. En það hjálpar auðvitað að nýta vistvænni eða umhverfisvænni byggingarefni til að uppfylla þessa staðla og vottanir. Já, og fyrir utan auðvitað nýja byggingarreglugerð og LCA og lækkun kolefnisspors sem kemur svo 27 eða ekki, sem að þarf að hafa undir ákveðnum mörkum. Ella Elín Vignis með mér. Nei. Já, tekur gildi og svo þarf að vera undir ákveðnum mörkum 27. Nei, það ekki komið dagsning. Já, ok. Það kemur eitthvað tíman. Já, svo þetta tekið úr svona skjali frá Grænni byggð. Það var að tala hvernig sjálfbær bygging skilgreind. Þetta kallaðist vistbyggðaráð, ef ég man rétt. Og ég tók út nokkur atriði sem eiga þá sérstaklega kannski við umhverfisvæn byggingarefni og þá eins og ég nefndi varðandi inniloft og lýsingu og minni úrgangur og að taka tillit til umhverfisáhrifa og heildarkostnaðar. Dæmi séu tekin. Já, ég fyndi að byrja ekki á því að kynna mig en ég ætla aðeins að tala það af hverju ég að tala lífkol sérstaklega. En ég sem sagt í lokaritgerðinu minni að þá var ég að framleiða lífkol úr mismunandi úrgangslífmassa í Danmörku og var að rannsaka það og athuga hversu gott að væri að nýta það sem byggingarefni. Og ég var sérstaklega að kanna að nýta það í gólffleti en ég tala fleiri dæmi á eftir. Svo ég byrja bara að segja hvað lífkol Það mestmegnis kolefni og aska en það auðvitað háð hráefninu sem verið að nota og ferlinu að sjálfsögðu, aðstæðum ferlinu. Það hentar vel sem byggingarefni eða íblöndunarefni en einnig sem áburður og slíkt ef að það til dæmis ríkt af næringarefnum. Rannsóknir hafa sýnt að lífkol ekki einungis umhverfisvæn heldur
búa yfir eiginleikum sem að geta betrumbætt byggingarefni á ýmsan máta. Ég fer betur í það hérna eftir. Ég fer örstuð til þetta, því ég veit ég á tíma hérna. Þetta bara ferli til að framleiða lífkol og þetta kallast sem sagt pírólýsa eða hitasundrun á íslensku. Þetta loftfyrt hitaferli og þarna nýttur úrgangslífmassi við þessar aðstæður. Það mismunandi háð í hvaða afurð þú vilt fá út úr þessu, en þú færð sem sagt gas sem getur verið nýtt sem orku eða rafmagn og svo þessi lífkol sem ég að tala og hérna sem þetta að nýta á ýmsan máta. Helstu ávinningar að sjálfsögðu að nýta úrganginn í fyrsta lagi, en svo þetta líka bara sjálfbært og umhverfisvænt til að framleiða verðmætar afurðir og lausn við öllum úrgangnum sem kemur, eða sem og kemur meira í framtíðinni. Mismunandi nýting, eins og ég hef nefnt, þá það sjálfsögt að nýta þetta sem áburð á tún, en einnig vassíun, dýrafóður og í málmvinnslu meðal annars. Ég ætla nú samt aðalega að tala þetta í byggingariðnaði núna. En það hægt að nota þetta í gólflagi, eins og ég nefndi, eða sem íblöndunarefni í steypu. Þetta stuðlar að geymslu kolefnis eða carbon storage, eins og maður segir á ensku, og því getur þetta verið mjög nytsamlegt til að lækka kolefnisspor bygginga og byggingarefna. Fyrir utan alla þessa góðu eiginleika sem að lífkol hafa, að þá getur þetta haft mjög jákvæð áhrif á loftgæði innandyra. Þetta mjög gegntræft efni, þannig að frásog mjög mikið og ég kannaði þetta meðal annars í minni lokaritgerð og þetta sýndi sig að það var mun meira frásog heldur en á öðrum byggingarefnum sem ég kannaði til samanburðar. Þannig að það getur haft mjög jákvæð áhrif á rakastig og slíkt til að halda rakastig í skefjum. En einnig einangrun, það sýndi sig og rannsóknir hafa sýnt að lífkol geta nýst vel sem einangrun eða sem íblöndunarefni í einangrun og þetta sjálfsög eykur loftgæði innandyra sem jákvæð eins og við höfum heyrt frá fyrirlesturum. Ok, 1 mínúta. Ég renni gegnum þetta. Þetta bara 2 dæmi sem ég ætla að taka hérna. Þetta sem sagt blanda af lífkoli og svona, hvað segir maður, clay, leir, gott að hafa enskunni í þessu. Og þetta Íþaka Institute í Sviss og þeir settu þetta á veggi í bæði skrifstofurýmum og kennslustofum og vínkjallara. Og þeir tala það að þetta hefur haft mjög góð áhrif á meðal annars loftgæði og þeim fannst ákaflega gott að hafa þetta í vínkjallarum til að halda rakastiginu stöðugu sem það talaði sérstaklega að það hafi gert það. Þannig að það hægt að nýta þetta á ýmsan máta. Og svo þetta annað dæmi, en þetta þýskt fyrirtæki sem heitir Ecoloct sem nýtir lífkol sem íblöndunarefni í steypu. Og þetta nokkur verkefni frá þeim sem ég tók saman. Þetta eru bekkir í Berlín og Potsdam og svo þetta súlur í grasagarðinum í Berlín. Og þetta sem sagt umhverfisvæn steypa sem nýtir lífkol í stað sements og annarra íblöndunarefna. Og það nú ekki að hafa þetta mikið lengra þetta tíma. Það renna svona í gegnum þetta. En það nú ekki vera. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir. Þannig sjáum við hvað þetta fjölbreytilegt sem við þurfum að taka á. Það heilsa og ljós og gömul byggingarefni eða ný byggingarefni, nýsköpun, öllum áttum. Ég ætla að kynna næst starfsfélaga mína, Ölmu og Böðvar, en við sem sagt í verkvist erum að taka mitt þátt í rannsóknarverkefni, Interreg styrkt af Norðurskautslöndum og þau voru með vinnustofu á málþinginu, þannig að þau ætla að segja okkur frá verkefnu og einmitt aðeins að fara eitthvað yfir vinnustofuna. Gjörðu svo vel, Alma og Böðvar. Sælverði, við ætlum að aðeins að segja frá alþjóðlegu verkefni sem heitir RIAQ. Ég kann ekki bera þetta fram. En við erum sagt, ég, Silkja, Björn Martinsson og hún Dóra Þeða,
íslenskur hópur sem hluti af samnorrænu verkefni. Það sem við erum að fara að skoða sem sagt, áhrif á viðhald byggingar. Við ætlum að skoða sem sagt, byggingarnar áður að þær farið í viðhald og svo hverju viðhaldið er skilað, bæði með tillit til innivistar og ekki síður orkunotkunar. Það kannski nágrannar þjóðirnar okkar meira á því. En við ætlum að skoða íbúðarhúsnæði sérstaklega. Og ég ætla bara að nota þetta tækifæri hér til að auglýsa eftir frekara húsnæði. Okkur vantar ennþá nokkrar íbúðir sem þið vitið að hugsanlega að fara í viðhald. Þannig við getum gert í þeim mælingum áður en verið farið í viðhaldið og getum fylgt í eftir. Þannig endilega látið mig eða Silju eða Dóróteu eða Björn Martins vita, þið vitið ykkur svona húsnæðin. Annars ætlar Alma að fara aðeins meira yfir þetta með ykkur hérna á eftir. Ég held að búin að segja frá öllu. Það getur bara hætt. Nei, en ég ætla að fara aðeins ítarlega í verkefni. Ég ætla að byrja að kynna aðeins verkvist. Verkvist var stofnað mars á síðust ári. Við erum lítil verkfræðistofa. Við komum saman, ég, Silja og Böðvar og stofnum þessa stofu með það markmið að byggja byggingar fyrir fólk en líka vistvænt fyrir umhverfið. Og okkar aðal áhersluþættir eru í sjálfbærni og innivist fyrir fólk og notendur og byggja vel. Ég ætla líka að vera bara að skipa yfir nokkrar glærur hérna, 7 mínútur. En við vitum öll að mannvirkjageirinn hefur virkilega mikil áhrif á kolefnislosun bara allan heim. Og það er talið í Evrópu stærsti ónýtti möguleikinn eru byggingar. Ónýtti möguleikinn á orkusparnaði eru byggingar yfir höfuð. Það eru mörg lönd í kringum okkur sem hafa sett sig stór og mikil markmið varðandi orkusparnaði, sérstaklega í byggingamassanum, núverandi byggingamassanum og varðandi endurbætur. Og þetta er virkilega mikilvægt til að ná þessum markmiðum í Evrópusambandi varðandi kolefnislosun. En það sem líka fólk að sjá núna að endurbætur, maður getur ekki bara hlaupið og skellt einangrun á vegginn og þá þetta bara komið. En endurbætur hafa virkilega áhrif á loftgæði og heilsu notenda líka. Þannig að það þarf að hafa virkilega í huga þegar fara í endurbætur. En ef við förum aðeins meira inn í verkefnið, þetta er retrofitting for improved air quality, promoting sustainable and healthy homes. En þetta eru endurbætur á íslensku til að bæta loftgæði, stuðla á sjálfbærum og heilnæmum byggingum. Hérna sjáum við dæmi, þau lönd sem taka þátt í þessu verkefni, eins og Böðvar var búin að nefna, það var Háskóli Íslands að taka þátt í þessu verkefni ásamt verkvist og svo háskóli frá Svíþjóð, Írlandi og Finnlandi. En markmið verkefnisins að stuðla að endurbótum sem skila sér líka í heilnæmum byggingum. Og í endan á verkefni koma út leiðbeiningar og markmið að þróa leiðbeiningar og bestu starfsvenjur fyrir iðnaðinn til að tryggja endurbætur skili sér í heilnæmum byggingum og líka vistvænum byggingum. Þetta verkefni byrjaði núna 2025 og stendur alveg yfir til 2028. En það fór fram vinnustofa núna á ráðstefnunum sem var mjög skemmtileg og komu allir þessir aðilar saman frá þessum löndum og fórum yfir helstu áskoranir hverja landa og líka hvað er búið að fara vel. Eins og ég nefndi að þá eru mörg lönd búin að hafa endurbótarstefnur í sínum löndum í mörg ár og við búum náttúrulega vel. Við erum með þessa endurnýjanlega orku hérna á Íslandi. Við höfum ekkert mikið lagt áherslu á endurbætur varðandi orkusparnað. Við erum meira að fara í endurbætur ef það er komið að viðhaldi eða núna sem betur fyrir síðustu árin fara í endurbætur vegna heilnæmu bygginga. En það sem kom fram eiginlega í löndunum í kring, það sem hefur farið vel í svona endurbótaverkefnum og þá sérstaklega með áherslu á orkunotkun, af því það orkan er mjög dýr og ekkert
ekkert græn erlendis eins og hér, þá hefur reynst vel að hafa fjárhagslega hvata. Fólk fær styrki til að fara í endurbætur með orkusparnaði í huga og það sem líka eins og Björn Martins sagði á vinnustofunni að Ísland, við erum með ungan byggingamassa og það vinnur okkur í hag. Við erum alltaf, byggingarnar okkar eru betri einangra en margar byggingar í Evrópu sem með eldri byggingamassa. Þannig að það vinnur okkur í hag líka, en það ábótavant í löndunum í kring eins og hér að við vantar betri skráningu yfir endurbætur og svona byggingarsögu byggingarna. Þannig að það eitthvað sem vert að bæta og það vantar betri leiðbeiningar til notenda. Hvernig á að nota byggingar, hvernig á að stýra loftræsti, þetta á við íbúðabyggingar, hvernig á að stýra loftræstikerfin til dæmis. Hvernig á að stýra loftræstikerfum sem eru komnar í byggingarnar og hvernig á að viðhalda þeim. Þetta þau séð að hefur farið mjög illa og betri hönnunarlausnir. Að vantar að hafa í huga raka- og varmaflæði og hvernig hönnunarlausnir henta betur best fyrir núverandi byggingar, eldri byggingar sérstaklega, mjög gamla byggingar. Ég ætla að bara hoppa, en eins og Böðvar nefndi þá leitum við eftir húsum og hvetja eða viljið taka þátt að hafa samband við okkur eða HÍ, Björn Martins eða Dórateu. Og langar mig líka að nefna eitt verkefni sem í gangi hjá HMS og byggingarrænni framtíð. Það erum við að þróa kerfi og viðmið fyrir orkuflokkabygginga. Erum að byrja núna á íbúðarhúsum og leiði Björn Martins þann hóp og erum dálítið síðan við byrjaðum, en vonandi koma núna kröfur eða allavega markmið fyrir orkuflokkabygginga, íbúðarhúsa fyrir loka árs. Og svo verður líka búin til viðmið fyrir atvinnuhúsnæði. Þetta einhver viðmið sem hafa verið búin til í öllum löndunum kringum okkur og komið að því að við þurfum að innleiða þessar kröfur Evrópusambandsins. Og ég er með marga glæri viðbót, en ég ætla bara að hætta hér. Takk. Takk fyrir Alma, og endilega það nú bara tækifæri, myndi ég segja, að vera að fara í endurbætur og geta fengið mælingu fyrir og eftir og talningum að fá ráðgjöf, Björn Martinsson og Vappi að skoða og svona. Þannig að endilega hafið þið samband. Næst á dagskrá kemur fulltrúi frá Reykjavíkurborg, Rúnar Ingi, og hann ætlar að segja okkur frá því hvernig að vera með umhverfisvottaðar endurbætur, ekki satt? Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir mig. Þetta þurfum viðhald hjá Reykjavíkurborg. Þetta mjög áhugavert að hlusta á okkur, þegar í raun og veru þetta alltaf endurspegla það sem ég ætla að fara að segja okkur frá okkur núna. Vottanir, ljósvist, orkunókun, sparnaðar á heitu vatni og svo framvegis. Hvað veit ég hérna? Við náttúrulega erum opinbert apparat, borgin, og við eigum að fara eftir, við erum að fylgja ákveðnum stöðlum og við erum með ákveðna samþykktir sem við þurfum að fara yfir og fylgja. Og við erum hluti að byggingarrænni framtíð, þar sem við erum með svona ákveðnar skuldbindingar sem við þurfum að fylgja og við erum að vinna eftir þeim. Og plani að umhverfisvotta allar svona stærri viðhaldsverkefni og endurnýjun og náttúrulega nýbyggingar líka. Og við erum svona þokkalegri leið með það, held ég. 3 endurgerðir á leikskólum í gangi núna. Það eru 4 í undirbúningi. Við erum í endurgerð á stórum skóla, Hólabergsskóla. Þetta allt svansvottað. En af hverju svansvottun frekar en eitthvað annað? Það líka líka át af því að við erum með þjónustu hérna innanlands. Það svolítið munur á því og bregum og önnum vottunum. Hérna erum við með innanlandstengingu. En hluti af þessu líka, og það var að tala um vatnsnókun og þess vegna, og orkunókun. Krónur og aurar eru minna vandamál hérna, allavega hérna á háhitasvæðunum. Meira vandamál út í Vestmannaeyjum, þar sem ég fæddur upp alveg. Man er að bóka 60-70 mánuði hitareikningar.
En það saga. Við lækkum bæði sko, minkum törfina á heitavatnsnotkuninni, getum haldið sundlögunum opnum lengur, minka törf á nýjum heitavatnslindum eins og við erum að sjá á Selfossi til dæmis, það svo gott dæmi að þau sprindu heitavatns gerfi hjá sér. Og fyrir það hvað gæði byggingar batna náttúrulega þegar hitinn er jafnar í húsinu. Rekstrarkostnaðurinn, hann í svona skólum, hann lækkar nokkuð 100.000 ef ekki milljónir árið. Hún getur nýst á frekar í eitthvað annað í starfsemi skólan. Innivist samt Marteit, hún náttúrulega, hoppaði yfir eða hérna, svona, ég ætla að vera snöggur. Góð loftræting, eins og við hefur verið talað hún tryggir náttúrulega gæði og innivist líka ljósvist með dagsbirtu og byttustýringu á sjálfsögðu. En loftræting var því miður ekki hluti af hönnun bygginga í Reykjavík lengst af. Það svolítið sorglegt að sjá sum kerfi sem að jafnvel hafa aldrei verið sett í gang þó það hafi verið sett upp. Og eru fann að líta út eins og einhver leikmynd og Die Hard mynda innan. 10 ára gamalt en tandurhreint, gott að tandurhreint kerfi, en þau hefur ekki verið tandurhreint út af því að aldrei eru sett í notkun. Þau hefur verið tandurhreint út af því að þau eru hreinsuð á 5 ára fresti. Rakavarnir, og þetta náttúrulega líka hluti af svansvotuninni, að raka út eftir rakavarna áætlanir eru svona skildu þættir í svansvotun og dráulíkum og myglu og þess að það. Og þið sjáu hérna skemmtilega mynd og voru skóla hérna í bæ sem við vorum í klárum í fyrra. Að við þurfum að opna byggingarhluta, þá við mælum ekki raka, þá þurfum við að opna til þess að komast að raunverulegum vandamáli. Þetta er bara svo sjúklingur sem þarf að opna upp á gátti þess að finna hvað er á honum, ekki sést utan á. En þegar við förum að stað þá sjáum við ýmislegt fleira sem er í gangi. Efnisvalið í svansvotuninni, hún náttúrulega hefur mikið að segja, nokkuð eituröfnun, notum umhverfisvottu og heilsusamlega efni, fólk er mjög misjafnlega viðkvæmt fyrir því og sérstaklega að fólk er ekki búið að erta ofnæmiskerfið í sér og byggja upp hérna það allt saman. Hitastöð og orkunýting líka náttúrulega hluti af þessu, eins og við sagði áðan, svansvotunin hún tryggir lægri orkunotkun, jafnari hitastig og aðgengismálin, það má ekki gleyma því, það er náttúrulega hluti af innivistinni, gæði húsana. Þetta er hluti af vottunni og okkur er skylt að sinna þessu. Þannig að ávinningurinn er margþættur, það er bara þetta sem er til upp hérna, það er minnkun kolefnisspor í byggingunum sem er náttúrulega margir ræðina. Bæting innivista er bara í víðtækum skilningi frá A til Ö og sem mér finnst það rosalega mikilvægt í þessu og það er bara, við sem stóru verkkaupi í Reykjavíkurborg, við erum að sinna svo rosalega mörgum verkefnum, við erum að rosalega marga eftirlitsaðila, en svo erum við að sjá gæðin á byggingunum ekki nógu góð hjá okkur. Ég sé þetta svolítið tækifæri í svona vottunarkerfi að við erum að fá gæðakerfi bæði fyrir hönnuði og verktakana og vottað úttektarferli. Þannig að við erum með svolítið svona stífan ramma eða góðan ramma finnst mér fyrir hönnuði, verktaka og úttektaraðilina. Plús náttúrulega betri fjármagn og lánamarkaði fyrir þá sem áhuga á því. En ég bara takka fyrir mig. Takk fyrir Rúnar. Það einmitt passar bara mjög vel að hérna næstur á dagskrá er hann Ari sem er barna- og ofnæmislæknir ef ég segi þetta rétt og Rúnar er að viðhalda eldra húsnæði í Reykjavíkurborg sem að hýsir börn. Og þá kannski fáum við svona innsýn frá Ara hvort að það skipti eitthvað máli hvernig við stöndum okkur þar. Gjörðu svo vel, Ari. Já, takk fyrir að bjóða mér að tala þetta efni sem mér finnst skipta mjög miklu máli af því að æska landsins er framtíðin og börn eru líka, það gleymist oft, börn eru viðkvæmari einstaklingar. Varðandi svona raka og myglu tengd veikindi þá vefst fyrir mörgum að átta sig á hvað er þetta eiginlega. Að þessi með svona einkenni, einhver annar með eitthvað allt annað og mjög margir fara kannski bara í fordómagírinn og segja þetta getur ekki verið, þetta er bara einhver haugur, einhver grautur. Það er þannig að einkenni eru mismunandi á milli einstaklinga. Þau geta verið mismunandi hjá sama einstaklingi við mismunandi aðstæður. Tímaþáttur útsetningar skiptir miklu máli, fær einstaklingurinn frí á milli
er hann útsettur bæði heima og í skólanum og kannski í sumarbústaðnum í ömmu og afa og svo framvegis. Við förum svo aðeins inn í meira þetta með einkennin, þá eru oft mikil einkenni frá taugakerfi og oft öndunarfærum og síðan, nú ætla ég alveg að rugla ykkur í rýminu, ég var með fyrirlestur í fyrra á læknadögum og þá henti ég upp þessari glæru og það meira segir ekki alveg nóg plássið sko, af því að það er aðeins fyrir neðan þarna í viðbót, þannig að þetta við erum að tala fjölkerfa sjúkdóm. Það geta meira að minna öll líkamskerfi verið undir, sjá einstaklingu jafnvel ótrúlega mörg í einu hjá þeim sem eru mikið útsettir í slæmu umhverfi lengi. Og þetta er bæði fjölkerfa og fjöleinkenna sjúkdómur og þetta er dálítið erfitt því að í mínum huga þá horfi ég á vestræna læknisfræði eins og það sem ég er, það sem síðmiðaldra hvítan karlmann sem er með allt í boxum, þetta er allt bara slás. Þetta box og skrúðarnir í bílskotnum eru í þessari skúffu og skrújárnin eru hérna og þetta er allt plokkað rosa stíft en engin spáir í að sko, ef það er að skrúa þá þarf ég líka skrújárn og það tengist hinn og þessu meðan að þarna erum við að tala um eitthvað kannski meira eins og það sem fólk tengir við konur þar sem þær eru ekki bara um börnin heldur líka þú veist það svo er frá sækja barnið í tómstundir og svo er það íþróttirnar og svo er kvöldmaturinn og þetta hangir allt saman það er þannig að þetta passar illa inn í hugmyndafræði vestrænar læknisfræði fyrir vikið er það þannig að það eru næstu því enga rannsóknir til mis að mér langar að tala um þetta þegar ég verið að sinna mörgum börnum þessu vandamál en það eru, þú veist, ég fann eina rannsókn sem gefur okkur einhverjar hugmyndir tíðni og horfur sem er galið í allri vestrænni nútíma læknisfræði og síðan eru sérstöðu að barna er veruleg og er mismunandi eftir aldri, þú veist, sérstaklega yngri börnin, það þarf ofta rosalega mikil almenneinkenni, vansæld, hegðunarbreytingar, ein lítil saga og mamma sem sagði með söguna að drengurinn hann var eins og væri bara með banan í eyrunum, hann bara hlýddi aldrei og var alveg mjög erfiður. Og síðan lagast umhverfið og þetta hættir og þá segir hann henni frá því bara, já, hann, þú veist, bara, mér leið bara svo illa að ég gat bara ekki hlýtt. Magaverkir eru algengir, blóðnasir eru mjög algengar, þessi við hefur verið að sjá til mig eins og bæði ég og eins Una Emils var sá mjög stóran hóp af börnum á Akranesi, það sem voru mikil vandamál í skólum. Unglingar þarf oft andleg vanlíðan, félagsleg einangrun, þunglyndi, kvíði sem fólk getur auðveldlega hengt á einhvern allt annan snaga. Þannig að þetta er ekkert einfalt. Já, tíðnin 7-12% sýndi þessi eina rannsókn hjá Scott McMahon. Síðan aðeins með þetta líffræðilega þáttinn, þú veist, sem skýrir kannski við svona fjölkerfa. Þetta er í ósértæka ónæmiskerfinu sem tengist öllu líkamanum. Þetta er í sjálfvirka ótónum taugakerfinu sem tengist líka líkamanum mjög víðu samhengi og svo það sem við sjáum stundum, sem er ekki mikið tala um í literatúr, að þegar við fáum svona mikla ræsingu í þessum ósérhæfðu kerfum, þá fer þetta líka tryggara sérhæfða þannig að fólk var kannski til dæmis frjókornaánæmi eða dýraánæmi, það fer allt í einu í eitthvað spinn og verður miklu verra. Þannig fjölkerfa og fjöleinkenna veikindi sem passa illa í módeli, en þetta er mjög raunverulegt og það skiptir máli að taka vel á þessu. Meðferðin er mjög ósértæk, en það sem er númer 1 og 2 og 3, það snýr að fólk eins og Rúnari og verkfræðistofunum og öllum hinum, þar að segja að taka á vandanum. Fyrsta heimild sem ég hef séð þetta, það er Biblían, 3. Mósebók, Levítikus, sem segir, þú veist, miklu skemmt, alveglega skemmt húsnæði. Ef það er vægt, þá er að fjarlægja, eða hreinsa. Ef það er verra, þá þarf að hreinsa byggingarefni. Ef það dugar ekki, þá er húsið ónýtt og það þarf að rífa. Þannig að þetta er ekki ný vísindi að það þurfa að bregðast við. En
það hefur verið mikil skortur og skilningi á þessu, en þetta sem betur fer að breytast með aukinni þekkingu og umræðu. Tryggja loftgæði, svona önnur stuðningsmeðferð, góð loftun og loftrensarar, fyrirbyggja leka og raka. Síðan hlutur sem ég vil nefna, það hollt mataræði. Þetta verður mikið álag á alls konar líkamskerfi, meðal annars smeltinguna, og stundu þurfa að setja inn einhver vítamín og þess aftar. Með mataræðið þá það þannig að nútíma maðurinn, hann að fjarlæga sig meir og meir frá náttúrunni. Hann búinn að gleyma því hann dýr. Og við erum að borða rosalega mikið. Ég hef maður eitt stutt vídeó, bara ekki pláss við það, sem sýnir breytinguna á mataræði á 45 árum. Fyrir 45 árum mesti hluti matar matur. Það bara matur. Það engar umbúðir. Í dag þetta orðið gjörbreytt, þannig að við erum að borða rosalega mikið af tilbúinni fæðu sem inniheldur, eins og frétt í sjónvarpinu fyrir ekki lengur síðan, það sem að í einni máltíð í leikskóla voru 18 aukaefni, í annarri máltíð voru 28 aukaefni fyrir litlu börnin sem eru með óþroska ónæmiskerfi. Ónæmiskerfi að mótast mjög mikið á fyrstu 1000 dögunum, fyrstu 3 árunum. Þannig að þetta skiptir rosalega máli. Varðandi horfur, þá þær almennt virðist vera betri af börnum en fullorðnum, kannski, og virðist stefna sig fyrr og betur, af þessu einu rannsókn liggur fyrir. Kannski að það minni uppsafnaður vandi, en það mikilvægt að bregðast fljótt við. Og þannig að hversu mikil útsetning, hversu slæmt ástandi, fleiri staðir, og það sem ég sé að þessi börn sem eru lengi útsett, það þau sem að koma aftur og sitja uppi með sinn langtíma vanda varðandi sitt heilsufar. Þannig að þessi staði vel að þessum málum, það óhemju mikilvægt. Og mörg sitjaði uppi með efnaóþol. Það má ekki gleymast. Takk fyrir. Takk, Ari. Það eins gott að við vendum okkur fyrir framtíðina. Já. Heyrðu, það komið að kaffi og við bara næstu á tíma, en við tökum svona korter, 20 mínútur í kaffi. Endilega njótið.
Allir komnir með kaffi og sestir, glæsilegt. En já, Silja bað mig í gær að aðstofa sig með kynningarnar, þannig að hún væri komið langt út fyrir alla alþjóðlega staðla orðanotkun og sólarhring eftir síðustu daga og þannig að það er ekkert víst heldur að hún svari einhverju íslensku þegar talaði við hana. Þetta er búið og mikið álag. Þannig ég ætla að taka við keflinu og kynna inn næstu erindi. Og þá er það maður að finna þetta í símanum og svona. En það er þá Vafisó, Herdís, Sigurgrímsdóttir, viðhaldsskuld og geta til fyrirbyggjandi viðhalds. Takk hérna fyrir.
heiti Herdís Sigurgrímsdóttir. Ég oft spurð hvers konar verkfræðingur ert þú? Ég segi alls engin verkfræðingur. Ég stjórnmálafræðingur, fulltrúi félagsvísindadeildar. En það getur komið sér vel og ég mun koma inn á það. Ég ætla að fjalla aðeins smá endurteki efni þeir sem sá kynninguna innviðaskýrslu samtaka iðnaðarins og félagsráðgefandi verkfræðinga í vetur. Þeir munu kannski þekkja eftir hlutavefninu vegna þess að við vorum fengið þar ráðgjöf til þess að skrifa kaflann fasteignir ríkis og sveitarfélaga. Ég myndi mæla með því algjörlega að fletta upp í þessari skýrslu, mér finnst mjög áhugaverð, mér finnst það rosalega gott framtak. Ég myndi líka googla hann Sigurjón Bjarnason og lesa meistarritgerðina hans ef ykkur finnst áhugavert þetta sem ég að fara að tala hérna eftir. Hann skrifaði mjög áhugaverða meistarritgerð fasteigna umsjón og viðhald í 5 sveitarfélögum sem hann kafaði ofan í og hvernig þau eru að vinna. Þetta ansi stórt eignasafn. Við fengum upplýsingar úr fasteignaskrá. Þetta eru 9.000 matseiningar, ekki 9.000 byggingar því að hver bygging getur verið marga matseiningar. Þetta eru 3 milljónir fermetra. Nú ætlum ég að fara hratt í gegnum þetta. Þetta líka mjög fjölbreytt eignasafn sem að gerir viðhaldsvinnuna og skipulag viðhalds ekki auðveldara. Við hugsum alltaf fasteignir ríkis og sveitarfélaga sem skólu sjúkrahús. Þetta er miklu meira en það. Tvennt hérna sem áhugavert að sjá. Fyrsta lagi að ríkið á svona 1/3 af þessum fermetrum og sveitarfélögin hina 2/3 og sjáðu líka aldursmunin á því hvað eignir ríkisins eru miklu eldri heldur en eignir sveitarfélagana. Þetta náttúrulega helst svolítið í hendur við það að það voru að bætast við skólar og leikskólar langt fram eftir 20. öldinni en fellur síðan frá 2008 eins og gefur að skilja. Og svo líka mikill munur á milli sveitarfélaga. Þessi fallega mynd sem mér finnst mjög skemmtileg að sýna okkur það bara hvar svo valin sveitarfélög fermetratalan þeirra hvar eru þau að krossa 50% línuna. Þetta að sýna okkur svona sirka miðgildið í fasteignamassa eftir sveitarfélögum. Þannig að ef við hjálpa okkur að lesa úr þessari mynd þá er nú að sýna okkur til dæmis að 50% af fermetrum í eigu sveitarfélagsins Skagafjarðar eru frá 1966 eða eldri. Og við erum að sjá fylgni á milli þess fólksfjölgunar síðastliðna áratuga og aldurs fasteigna. Aldursins á byggingamassa sveitarfélagana. Og það rauninni mjög rökrétt þegar maður hugsar út í það. Þar sem maður hefur ekki fjölgað mikið fólki, þar hefur ekki þurft að bæta við skólum eða leikskólum eða öðrum byggingum til þess að sveitarfélagi geti þjónustað vaxandi íbúafjölda. En það þýðir það líka að mörg minni sveitarfélög, engar alhæfingar, en lítil sveitarfélög sem það sem hefur ekki fjölgað mikið síðastliðna áratugi eru oftar í þeirri stöðu að þau eru með gamlan byggingamassa, lítið fjárhagslegt bolmagn og oft með örðugara aðgengi að þeirri sérhæfingu sem að þarf til þess að vera viðhalda byggingunum sínum á fullnægjandi hátt. Við áætluðum sem svo að viðhaldsskuld fyrir fasteignir ríkis og sveitarfélaga væru 95 milljarðar fyrir sveitarfélögin og 55 milljarðar fyrir ríkið og við ræddum það meira hvort að þetta væri nú ekki eiginlega vanmat. Við ræddum það meira hvort að við ættum að ýta þessu upp heldur en niður og hvort að líklegra bæði út frá aldri, þessi greiningar er miklu leyti byggð á fjárhagsupplýsingum, byggt á aldri
En líka frá því að þessi greining var gefin út síðast, þá kom meðal annars skýrsla ástand skólahúsnæðis og frístundahúsnæðis hjá Reykjavíkurborg þar sem var farið í góða og gagngera ástandsgreiningu, ástandsskoðun og summan sem kom þar var held ég yfir 20 milljarðar bara þar, bara skóla og frístundahúsnæði í bara einu sveitarfélagi, vissulega því stærsta en samt. Og það sjokkerandi að fá þannig skýrslur, en það góða og það jákvæða, ef maður á að reyna að sjá það jákvæða í því, að þar að saxast á þekkingarskuldin okkar. Þegar það sem erfitt við að reyna að gera eitthvað svona mat að það bara, ég held að við höfum bara öll of litla innsýn í hvert raunverulegt ástand fasteigna ríkis og sveitarfélaga Og það svona, við tókum líka viðtöl við nokkur sveitarfélög til viðbótar við það sem að Sigurjón var búin að skoða í sinni meistararitgerð og þá var komið fram svona nokkri punktar sem að við vildum benda á og það fyrsta það að þó að sé reglulega farið í ástandsmat þá iðulega ekki verið að skoða, fara í líftímagreiningu byggingarefna og setja upp plan út frá því. Ekki verið að nota staðla sem að þýðir að næsta ástandsmat getur verið á öðru formi heldur en það sem fékkst síðast og við erum mjög mikið í viðbragðsviðhaldi frekar en fyrirbyggjandi viðhaldi. Svo það þetta eru bara breytingar í samsetningu íbúafjöldans. Við erum að fara að fá færri börn og fleiri eldri og þá þurfa sveitarfélög að hafa og ríkið að hafa aðrar fasteignir heldur en kannski eiga í dag og sama tíma eru þau að berjast við að viðhalda því sem til nú þegar. En til þess að enda á jákvæðum nótum þá eru það fyrsta fleiri ríkiseignir að koma til FSRE þar sem meiri þekking heldur en hjá kannski verið einstakir húsverðir úti í til dæmis framhaldsskólunum hingað til en nú þetta komið þangað sem að þekkingin best og stöðugt fleiri að nýta sér kerfi eins og Main Manager eða kerfi sem hafa búið til en allavega búið. Þetta ekki lengur bara í hausnum á Jóni húsverði. En svo langaði að koma því áður en ég hætti sem fulltrúi félagsvísindadeildar. Við þurfum líka bara svolítið ekki bara í rauninni að vita allt þetta tæknilega, heldur líka snýst þetta að breyta menningu og viðhorfum. Og breyta því svolítið hvernig fólk hugsar, vegna þess að í þessu tilfelli þá erum við með oft lýðræðislega kjörna fulltrúa sem að taka ákvarðanir og það þarf hvernig ætlum við að fóðra þá á nægilega góðum upplýsingum til þess að þeir geti tekið ákvarðanir sem hafa kannski ekki verið að taka hingað til. Ákvarðanum það að vera að setja fyrirbyggjandi viðhald í forgang sem hafa kannski ekki verið að gera hingað til. Hingað til hafa kannski bara verið að skipta glugga þegar að það sést að líftíma hans búinn. Og hvernig, og það að fara í svoleiðis framkvæmdi fyrr hefur kannski verið bara álitið sóun. Þannig að hvernig ætlum við að breyta þeim hugsunarhætti og hvernig getur stjórnsýslan verið að fræða kjörna fulltrúa til þess að setja eitthvað í forgang sem hefur ekki verið í forgangi hingað til. Takk fyrir. Ég þátti mig að fara að sækja barn á sumarnámskeið þannig að það fer fyrir sig. Takk kærlega fyrir, mjög áhugavert. En þá næstur, hvernig þetta? Halló? Það bara mjög við hæfi, hver næstur á stokk, en það Sverrir Jónsson frá Framkvæmdasýslu ríkiseignir, Framkvæmdasýslunni. Þannig að hann þekkir eitthvað aðeins þetta sem kom í fyrirlesturinn hérna á undan. En hann ætlar að fjalla hvernig byggjum við til framtíðar, opinbera byggingar, rekstur og viðhald, svona hans sýn á hlutina. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Heyrist ekki í þessu máli hérna. Það komið sæl, gaman að fá að vera með okkur og til hamingju með þessa ráðstefnu. Ég tengdi mjög vel við síðasta fyrirlestur. Þetta bara mjög áhugavert og margt rétt, þar kannski að spá mér í. En ég fekk
Já, ég heiti Sverrir og hjá Framkvæmdasýslunni Ríkiseignir og deildarstjóri fyrir fasteignahlutann þar, sem sér að halda þessum húsum gangandi. Þannig að þetta svona, já, ég ætla bara að fara hratt yfir þetta. Þetta var Framkvæmdasýslan og Ríkiseignir, fyrirtæki stofnanir sem sameinust fyrir það sem ekki þekkja það. Þannig að við erum farið að vinna saman, allir starfsmenn okkar eru hjá FSRE, en Ríkiseignir, eignirnar sjálfar eru undir sér kennitölu og rekið sem fasteignafélag þannig. Nú, við erum alltaf að reyna að vinna betur og betur saman og þetta svona skipulagið okkur. Það er þjónustusvið sem ég er á og við erum að leigja, við erum með svona innri leigu til þess að fá fjármagn í rekstur á safninu og fasteignir eru þar og svo er leigu þjónusta þar líka. Og ég var að setja glerugu til þess að sjá hvað er á skjánum hefur. Og svo erum við með framkvæmdir, þessi græni hluti þarna á hringnum, sem er þá gamla Framkvæmdasýslan, þeir sjá alla svona nýbyggingar og svoleiðis verkefni. Svo blái hlutin á hringnum er svo svona að sýsla með allt þetta, kaupa eignir og selja og spá og spekulega. Nú, þetta eru 530.000 fermetrar sem við erum með núna. Þetta er svona cirka helmingurinn af eignum ríkisins. Landspítalinn er með sínar eignir sér, Háskóli Íslands er líka með sínar eignir sér, Ísavía og fleiri stofnanir sem eru sjáum þetta. Þannig að þetta er ekki allt hjá okkur og eins og kom fram áðan að þá er þetta að koma meira til okkar. Við vorum að fá þjóðgarðsmiðstöðuna til okkar og svo held ég að heilsugæsluna sem kom til okkar og svo jáfnvel fleiri. Þannig að það er alltaf meira og meira að gera hjá okkur. Ég fekk þessa setningu hvernig byggjum við opinbera byggingar til framtíðar. Ég veit náttúrulega ekkert þetta, ég held að þetta hafi verið búið til með gervigreind eða ekki þessi setning. Hver gerir þetta? Þannig ég notaði bara gervigreindunum til þess að svara þessu. En ég ætla svona að taka minn hluta af þessu. Það ég fæ eignirnar í mínar hendur og ég þarf bara að láta það fungera og virka og hafa fólkið og halda fólki þar inni og láta þau líða vel. Og það kannski þessi stef þarna sem við þurfum að hugsa svona að því að ég er á þessari ráðstefnu að það er heilnæmi, þetta er góð innivist, loftgæði, lýsing og hljóðvist eins og við erum búin að fara yfir. Ég ætla ekki að fara mikið yfir þetta. Eiturefni, reyna að minnka það og svo styðjum við heilsu og vellíðan. Þetta er svona sígilt sem en þið getur nú bara að googla hjá ríkinu hvað stefnan er. Nú svo er það sjálfbærnin, kolefnissporið, efnisval, orkunót og líftímagreining. Það voru kannski svolítið á líftímagreininguna fyrir mig til þess að horfa þetta til lengri tíma. Hvað ætlum við að láta húsi endast lengi og hvað kostar að halda í gangandi. Og svo er líka svolítið hugleiki hjá mér sveigjanleiki, þannig að stofnanir eru að koma og fara, þannig að það er gott að geta svona fært til og sett kannski nokkra stofnanir í hús og bara hafa sveigjanleiki. Þannig að við getum nýtt eignirnar sem best og við erum náttúrulega að leigja þetta út, þannig að við viljum fá leigutekjur til þess að geta viðhaldið eignunum. Við náttúrulega erum líka svolítið að selja eignir og kaupa eignir bara eftir hvað þarf en til dæmis eins og skólar og sjúkrahús, við erum ekkert að selja það, lögreglustöðvar, fangelsi og svoleiðis. En það er svolítið þetta sem að eiginlega mér langaði að fara inn á. Það er þetta svona jafnvægisorð að við erum ofta að horfa á fagurfræði að því að við erum ríkið og við eigum að gera alls konar fancy og flott hús og þá kannski bitnar að stundum á gæðum og rekstri. Að þegar arkitektarnir fara á flug, það er bara fínt að þeir fara á flug og koma með alls konar flotta hluti, en við þurfum að geta haft húsin góð og rekið almennilega. Og þá er þetta jafnvægi sem skiptir svo miklu máli og mér finnst þetta svolítið vanta, fyrir mína part, þetta var mín skoðun sem rekstraraðili og þá þurfa náttúrulega menn að tala saman til þess að ná þessu jafnvægi. Og eins og ég segi að finna þar jafnvægi í hönnun, þessast fagurfræðin, þetta er náttúrulega líka bara öll hönnun, gæðum og rekstri. Við viljum byggja vandaða byggingar
þegar arkitektar, verkfræðingar, rekstraraðilar og notkun vinna saman frá upphafi. Þannig að þetta finnst mér að við þurftum aðeins að horfa betur á, að byrja fyrir að tala saman. Og við erum stundum svolítið svona hjá ríkinu svolítið í erfiðleikum að við þurfum alltaf að bjóða út og stundum þetta alútboð og alls konar útboð þar sem við kannski ráðum ekki almennilega við hlutina og svo fer verkið í framkvæmd og þá fara menn að takast á og fá kannski einhvern afslátt og svo leiðis og svo máli klárað og svo fáum við þetta í hendurnar. Þannig að stundum koma gallarnir þannig til okkar og við þurfum svo bara að taka á því með rekstrarfélaginu okkar. Og svo finnst mér líka mikilvægt eins og kemur í seinni málsgrein að nota gögn, greiningar og þekkta lausnir. Við höfum ofta að fá lausnir sem eru kannski nýjar og ekki búið að prófa og það nú oft gert hjá ríkinu að prófa eitthvað nýtt og eitthvað sem lítur vel út. En mér finnst að við mættum alveg horfa meira á svona lausnir sem við vitum að virkar. Og taka skynsamlegar ákvarðanir. Og við þurfum þetta að byggja til langs tíma því að við tökum þessi hús og við erum ekki að reka því eitthvað 5 ár eða 10 ár. Við erum að reka því til 50 ára eða 100 ára. Þannig að þá þarf þetta að virka og fungera. Og þetta bara vandi að hanna hús sem að þarf að endast í 100 ár. Eins og ég segi, fagurfræðin má ekki vera ráðandi. Þetta þarf að vera svona eitthvað samspil. Og það er að byggjast á lausnum sem nýtast vel og krefjast lágmarks rekstrarviðhalds. Hér er dæmi hús sem er hjá okkur. Það er hérna þjóðmenningarhúsi eða safnahúsi við Hverfisgötu 15. Það er svona gamalt hús sem er byggt, þetta er orðið yfir 100 ára gamalt hús og svo er þjóðleikhúsi hérna bakvið sem við erum líka með. Og þarna til dæmis eru svona áskoranir í þessu húsi. Þetta er rosalega fallit hús og við höldum því við. En þarna þarf við að venda menningarverðmæti og það eru svona aðgengismál sem er erfið í þessu húsi. Hljóðvistarmál. Svo er líka rakaþétting á gluggum því það er einfalt gler og það er alls konar svona. Og þetta er svona þekking sem við erum með hjá okkur og þurfum að taka yfir í nýju húsin. Af því að við getum alltaf lært á öllum stöðum. Hér er annað hús sem við erum að vinna í. Þetta er sjávarútvegshúsið við Skúlagötu 4. Þarna er svona típist svona nokkuð gamalt steinhús. Og þarna viljum við halda í útlitið en við erum búin að fara í mikla rannsóknir og spá og spekulera að við sjáum fyrir okkur að við þurfum að klæða þetta hús utan vegna þess að burðarkerfið er þannig að það myndast alltaf sprungur í húsinu og upprunalega er það einangra innanfrá. Þannig að þarna er að takast á þessi fagurfræði og skynsemi og bara komið veg fyrir leka og við erum búin að semja við arkitektin í þessu tilfelli að klæða húsið utan til þess að losna við þessa rakaþéttingar innan á veggjónum og leka inn með þessar sprungur. Og ég vona að þetta verði bara mjög gott. Það er að fara inn þarna fullt af ráðuneytum. Sum ráðuneytin eru búin að fara í gegnum 2, 3 eða 4 mikluhús. Ég sagði bara, ég ætla ekki að standa fyrir fram á fólki þarna og segjast ekki hafa vitaði hvernig átt að laga þetta hús. Og við ætlum að klæða það og reyna að gera þetta almennilega. En auðvitað kostar það. Löngu búinn. Hérna er nýtt hús, þetta er hérna þjóðgarðsmiðstöð í Hellisandi og þarna er svona ný form og þetta er hús sem við erum að taka við okkur. Þetta er umhverfisvott og allt voða flott en ég veit alveg hluti þarna sem er ekki að virka. Umhverfisvæn efni sem eiga ekki eftir að fungera hjá okkur. Hérna er Alþingi, smiðjan, þetta er líka mjög fallegt hús. Þarna, ég sett þessa myndin, við erum ekki með þetta hús, það er bara Alþingi. Til sem er gluggarnir þarna opnast inn, maður svona spyr sig, er það í lagi eða ekki? Jú, þetta er að virka. Það þurfti að taka á þessum gluggamálum á sínum tíma og laga þá með okkar aðstæður, það er búið. Já, þá kemur hérna sennilega restin hjá mér, hvernig gerum við þetta þá? Og það er það sem ég segja, með meiri og virkari samvinnu við hönnuðar, rekstraraðila og notenda, sem allir sé að tala saman,
nota þekkingur á milli. Við erum búin að vera að tala þetta hérna í dag. Nýta þekkingu og reynslu markaðarins og svo nota lífsferilsgreiningar og svona greiningar og svona framtíðarspádóma þannig að við horfum svolítið vel fram í tíman hvernig við ætlum að gera þetta. Auðvitað viljum við opinbera byggingar séu með gott útlit við byggðar með efnum sem endast og eru viðhaldslétt og hagkvæmur rekstri. Það það sem ég geri. Við erum með einhverja 17 milljarða veltu í okkur, 8 milljarða fara í viðhald og það svona rétt dugir fyrir þessu sem við erum að gera. Og svo byggingar sem við reisum til framtíðar eiga að nýta samfélaginu í áratugi, sem ég er búin að segja. Það þurfa að vera vandaðar, sveigjanlegar, sjálfbærar og heilsusamlegar. Og þarna nú gluggi, ég veit ekki hvort stærsti gluggi á Íslandi, sem við erum að skipta og okkur frekar illa við það glugga og ofanljós, sorry. En þarna fólk að ég held að allt og mikið birta og svo lekur yfir það. En auðvitað þarna vantar jafnvægið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jónir. Mjög áhugavert og klálega áskorunir í okkur í þessum málum. En þá næstur Hermann Guðmundsson frá Ístak og hann ætlar að fjalla viðhald og innivist. Hvernig tryggjum við árangur? Hvað svo einföld spurning? Mjög, bara ekki fljótur bara. Takk fyrir. Já, komið sæl og takk fyrir traustið að bjóða mér hérna sem fulltrúa verktaka í þessa samkomu. Gaman að koma eftir Sverri. Við vinnum mikið fyrir opinbera aðila og þeir gefa sér vissulega góðan tíma til þess að skipuleggja sín verkefni en svo komum við á eftir og höfum mjög afmarkaðan tíma til að framkvæma. Þannig ég ætla að reyna að vinna upp tíman sem að Sverrir fór yfir. En allavega þá sem sagt stýri ég viðhaldsþjónustu Ístaks. Flest ykkar þekkið Ístak eða vitið af því fyrirtæki 55 ára gamalt. Fyrst og fremst þekkt fyrir stórframkvæmdir. Við mætum í vinnuna á Búkollum. En fyrir nokkrum árum, 2018, þá stofnuðum við þessa deild, viðhaldsþjónustu deild. Og þetta var algjör nýjung hjá þessum stóra verktaka að taka sér ýmis smáverk og við höfum verið svona að vinna sérstaklega fyrir fagaðila þá í svona á fasteignamarkaði og hefur þróast í að vinna nánast eingöngu fyrir opinbera aðila, sveitarfélög, ríkið, stofnanir, háskólan og svona hálfopinbera aðila eins og Félagsstofnun stúdenta. En tiltölulega snemma þá ákváðum við að sérhæfa okkur í rakaskemmdum, sem sagt viðgerðum af því. Við sinnum ekki því eingöngu en við ákváðum að gera það svona almennilega, nálgast það af fagmennsku og þetta var eftir ábendingar vissulega frá meðal annars Sverri, Silju og fleiri aðilum sem voru að sýsla með þetta og töldu að það væri pláss á markaði fyrir fleiri aðila sem að gerðu þetta faglega og tækju þessu alvarlega. Og þá spyrir maður sig hvernig gerir maður það? Við ákváðum snemma að þetta væri spurningum afstöðu svolítið. Þetta væri spurningum hugafar, að bera virðingu fyrir mismunandi sjónarmiðum, virðingu fyrir mismunandi skoðunum, mismunandi aðferðum í að gera hlutina en við ætlum hins vegar ekki að fara að finna þær upp. Við gerðum tilraunir til þess að rýna í staðla. Það eru þetta engir íslenski staðla til verklag við svona framkvæmdir eins og þið þekkið. En þeir eru til erlendis en það var mikið torf og fari gegnum það og ekki alltaf sem að það átti við íslenskar aðstæður. Þannig að við einsettum okkur að fylgja leiðbeiningum sérfræðinga. Þannig að hölluðum okkur upp að þessum sérfræðingum sem að verkkaupar okkar þá í rauninni leita til. Vissulega til fræðsla á markanum, það eru til námskeið,
sem að snúa að rakaskemmdum og myglu og við höfum sendt alla okkar starfsmenn á það og er svona þyrstir í rauninni meira á þeim vettvangi. En það er mikilvægt að þetta sé vel gert. En hvernig tryggjum við þá árangur af þessum verkefnum? Ég er alltaf einnig glær og eftir hérna. Ég verið að afsaka það. En þetta eru myndir, bara þannig að ég fara aðeins yfir þetta. Þetta eru nú svona myndir úr fallegum húsum og það er alveg einkennandi að við komum oft inn í gamlar og virðulega byggingar og þá ber okkur einlega skylda til þess að gera þetta vel, gera þetta virðingu. Annað varðandi þessa virðingu fyrir skoðunum, mismunandi skoðunum. Þá höfum við oft komið inn í skólabyggingar og umhverfi þar sem að það eru gríðarlega margir svona hagaðilar, margir hagsmunaaðilar. Í skólum er þetta nemendur, þetta eru kennarar, þetta eru foreldrar og annað starfsfólk. Oft eru þessi mál í algjöru uppnámi. Það er að segja ef það kemur upp mygla, þetta er auðvitað viðkvæmt orð. Og þá hefur okkur reynst óbúslega vel að upplýsa. Það er að segja það að oft eru haldnir þá fundir til þess að upplýsa hvað við erum að gera. Ég man eftir fundin í Laugarnesskóla með Silju meðal annars og Böðvari og fleirum. Það sem að farið var yfir ástandi þar, sambarilega fundi höfum við haldið út á Seltjarnarnesi og víðar og það er eiginlega alveg borðleggjandi, maður getur sagt sér það, að eftir svona fund að þá svona þagna gagnrýnisraddirnar. Þetta er spurning fræðslu, samtal og upplýsingar. Við höfum komið þarna og útskýrt hvað við erum að gera, útskýrt hvers vegna við erum að mæta þarna í hvítum göllum með gasgrímur og viðeigandi búnað bak við eitthvað plast, þetta er eins og í svona 90s bíómynd eða COVID, við þekkjum þetta þaðan líka. Og auðvitað er ekki bara krakkar sem eru hræddir við þetta, heldur líka kennarar og aðrir sem að nota þessar byggingar. En við þurfum að útskýra hvað HEPA-filter er, að við séum í rauninni að skila nánast hreinna lofti út heldur en andrúmsloftið sjálft, sko. Þetta grípur allt þetta óheilnæma. Þannig að fræðsla og upplýsingar. En hvað sem þetta eykur þennan árangur? Ég myndi segja að það sé ákallum staðlað verklag. Að þetta byggja á rannsóknum, að við verðum sammála að gera hlutina með einhverjum ákveðnum hætti og það byggja á rannsóknum á íslensku umhverfi. Jákvætt hugafar, að við nálgumst verkefni þannig að við erum í þessu saman og við erum í þessu til þess að leysa vandamál. Aukin fræðsla eins og við komum inn á, þekking, virðing, það eru ofboðslega mörg mismunandi sjónarmið þarna úti og fólk er að upplifa myglu og mismunandi háttsumir ekki neitt, hefur engin áhrif, en aðrir eru virkilega hafa slæma sög að segja. Og fyrirbyggjandi viðhald og varandi þetta sem að Herdís var að tala áðan, að við erum allt og ofta að koma að verkefnum þegar það er orðið að alvarlegu vandamáli. Þegar lekinn er komið fram og jafnvel myglan farin að myndast. Þannig að við talum aftur það. En viðhaldsáætlanir að vinna í fyrirbyggjandi viðhaldi, koma fyrir að verkefninu, sjá fyrir í rauninni hver er endingatími þessara byggingarefna sem við erum að fást við. Ég held að það geti skipt sköpum. Þannig að minn punktur er sá, við skulum ekki bara byggja til framtíðar, heldur líka viðhalda til framtíðar. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Halló. Takk kærlega fyrir gott erindi og góða punkta, mjög áhugavert og gott að sjá að það er þekkinga þorsti þarna úti til þess að gera betur og nýta allt sem við höfum. Við tókst næstu því að vinna inn tafirnar frá framkvæmdasýslunni.
Þannig að nú þarf fasteignafélagið að vinna þetta alveg upp. Já. Það Guðrún Álfheiður Thorlacion frá fasteignafélaginu Eik sem ætlar að fjalla sjálfbærni og fasteignafélag. Já, takk fyrir það. Fyrst að ég að ná tengjatölunum mína. En það var svona slungi sem var... Þetta var tími. Já, hérna. Og svo tjaftur. Jú, þá fyrir við þessa sko. Já. Kemur ekki? Extended sko. Ekki. Þetta aðeins. Já. Glæsilegt. Komið sæl. Ég ætla að Guðrún heiti ég er frá Eik fasteignafélagi og ég ætla bara hafa þetta svolítið sérhæft í dag. Ég ætla að segja ykkur sögu af íslenskum turni. Og Eik eins og margir vita eitt af stærstu fasteignafélögum landsins og við leigjum út atvinnuhúsnæði til annarra fyrirtækja. Það er eitthvað stór hagur að fólki líði vel í byggingunum okkar út af því að ef þeim líður ekki vel þá bara geta þau farið eitthvað annað og þau gera það. En ein af stærstu fasteignum Eikar er turnin í Kópavogi og ég ætla þess að tala hann í dag og svona segja frá hans sögu í stuttumáli. En turnin, þessi turn, það er bara til upprifjunar, það eru 3 turnar á Íslandi. Það er þessi hér, turnin Kópavogi og svo er Höfðatorgsturnin í Katrínartúni og svo er það Norðurturnin sem er líka í Kópavogi. En þessi heitir turnin út af því að hann er elstur og hann er líka stæðstur og þetta er hæsta bygging á Íslandi. Og hann var reistur sem sagt á árunum 2006 til 2008. En Eik eignast þetta húsnæði árið 2014 og þá er hann orðinn 6 ára gamall og svona kominn bara góð reynsla á virkni hefði maður haldið. En svona mjög fljótlega eftir að Eik fékk húsnæði afhent þá sem sagt var að leka meðfram öllum gluggum og í henni sem sagt íslensku austanáttinni og slagveðusrigningu þá dropaði alltaf inn og svona það var haldið að það hefði verið bara komið í veg, að þetta væri búið að laga þetta en þetta bara hélt alltaf áfram og svona sem er alveg ferlega fúlt ef maður er búin að kaupa hús og það lekur. Það vill enginn lendi því. Og það var svona sem sagt reynt að laga þetta með hefðbundum aðferðum, svona fyrst ýmsir plástrar, kítti og svona, já. En svo var ekki fyrir en að árið 2017 sem var sett þessi vinnulifta á Austurhlíðina sem að raunni var hægt að skoða málið á mun ítarlegri hátt heldur en áður. Og þá fer fólk svona átt að segja á því að þetta er mun starra vandamál heldur en bara einhverjir óþéttir gluggar. Og þá er bara, ef að þú sem fasteignaeigandi kemst að því að húsið sem þú keyptir er stórlega gallað, þá hvað gerur þá? Jú, sem sagt, félagið fór þá leið að bara reyna að leita réttar síns og sjá hvernig, fyrsta lagi hvað væri að og hvort það væri hægt að sækja það eitthvað. Og það voru sem sagt meðal annars kallar til að minnsta kosti 2 dómskvaddir matsmenn til þess að meta ástandið á húsinu. Og þetta svona veltist á milli lögfræðistofa og matsmanna í dágóðan tíma og það voru 2 ár sem að tók í raun og veru að bæði ná sáttum við fyrri eiganda og að komast af því hvað væri raunverulega að. Og svona í mjög einföldu máli þá er
var gallinn sá að það vantaði drenkerfi í gluggana, sem sagt það vatn sem að komst inn fyrir kerfið, það komst ekkert aftur út. Og já, sem sagt, þannig að næstu skref frá félaginu, eftir að var búið að finna út hvað væri að, þá var hægt að fara að finna hvað getum við gert til þess að laga það. Og þetta er 20 hæða hús. Og sem sagt, já, við verðum bara að hafa það í huga þegar við erum að hugsa viðhaldsframkvæmdir. En sem sagt, það voru margar lausnir skoðaðar. Ein lausnin var svo að byggja utan á turnin, bara, nýjan hjúp. Og það var farið mjög langt í skoðun á því. En það var ekki gert og það bara leiðilegt að segja það, en það fékkst ekki góð lausn fyrir en að félagi leitaði til erlenda ráðgjafa sem voru ACC í Svíþjóð, sem að okkur fannst við vera komið með einhverja niðurstöðu sem var hægt að taka áfram. Og sem sagt, þetta er það stórt hús að þú ferð ekkert að stað nema þú sért með algjörlega pottþétta lausn og hún virki. Þú getur ekkert prófað eitthvað og svo, þetta þarf bara að vera 100%. Og svona til samanburðar, þá er þetta svona eins og að skipta, fara í viðhaldsverkefni bara á hálfri Suðurlandsbrautinni að stærð allt á sama tíma, nema þetta er lóðrétt. Og það eru miklar hetjur búin að vinna að því, sem sagt, núna undanfarið 2 ár, að skipta út rúðunum í þessu húsi og í lyftu þarna utan á, í öllum veðrum. Og svona sem hluta gæðaeftirliti þá höfum við slagviðusprófað 20% af öllu og það hefur bara gefið mjög góða raun. Og þannig að við teljum okkur vera komið með hús sem ekki lekur, sem eru þetta frábæra fréttir. En hvernig er ég á næstu? En svo er það önnur spurning. Þegar að lekur stöðugt inn í hús, hvenær verður lekinn að rakaskemmdum? Og við höfum auðvitað fengið margar kvartanir og ábendingar frá fólki í húsinu og vorum búin að láta gera innivistarskýrslur sem að gáfu bara í raun og veru aldrei neina afgerandi niðurstöðu. Þannig að það var ótrúlega erfitt einhvern veginn að taka ákvörðun hvað ætti að gera. Þetta er bara svona, fólk var svolítið ráðalaust. Nema í þessum gluggaskiptum þá finnum við sem sagt blauta er bleita inn í veggnum sem við fyndum og sem sagt rakaskemmdar gifsplutur sem var í raun og veru bara, þá fengum við rauðaspjaldið algjörlega, vorum komið með nokkuð gul en þarna var rauðaspjaldið komið og þá sáum við það, við þurftum bara að fara í algjöra yfirhalningu í raun og veru og ítarlega skoðun á þetta til að sjá hversu viðtækt þetta væri og hvernig við getum við þurftum bara að fjarlægja þetta. Og það sem var kannski svona sérstakt er þegar við fórum í þá leit er að það voru blaut byggingarefni á mörgum stöðum þar sem að ekki hafði verið leki sem að gaf okkur bara mjög sterkar vísbendingar að þetta væri frá byggingatímanum. En þetta er bara eins og elta draug svolítið að rekja svona mál. Þetta var ein frétt sem kom, bara ekki góð stemming á kaffistofunni eftir það. Ég get alveg sagt það. Út af því að mygla er svolítið feimnismál. Það er ekki hægt að tala þetta og sem við bara er eitthvað sem við þurfum að breyta. En, svo ég fari hratt yfir, þegar botni er náð, þá er bara að standa upp aftur. Þannig að í stuttu máli sagt, þá þurftum við að endurnýja allan útvegginn á öllum hæðaskilum á 20 hæðum og við erum búin að því. Bara strýpa öll loft, gólf, ljós
allt saman og talandi kolefnisspor, allt sem ekki var hægt að hreinsa, því þurfti að farga, bara öll gljúp efni, þau bara beint í ruslið. Og þetta maður fær svona pínu gæsahúð bara að þurfa að segja þetta upphátt. En svona þetta. Og þessu fylgdi auðvitað gríðalegt rask og náttúrulega bara, þau sem voru í húsinu eiga þakkir skilir fyrir að standa í gegnum þetta. En sem sagt, staðan í dag, við erum komin, við erum búin að koma í veg fyrir allan raka og við sem sagt, erum að mónitera bara umhverfið rosalega vel út af því að í svona aðstæðum þá fer traustið og núna þurfum við bara að vera að sýna fram á það aftur og aftur að staðan sé góð og við þurfum að hafa gögn til að sýna það og til að vinna okkur inn traustið aftur. Og en staðan sem sagt framtíðin lítur bara vel út, það er verið að endurnýja aðra hæðina og kemur lýsing og útsýnið bara alltaf flott og birtan, dagsbirtan sem hefur verið auðvitað æðislega áhrif á fólk. En svona bara til þess að nokkri punktar, stór hús, stórar áskoranir, mjög stórar áskoranir þegar þú ert með íslenskt veðurfar og 20 hæðir. Mygla má ekki vera feimnismál, það er hægt að uppræta hana. Ég mæla ekki með því, það er rosalega dýrt, mjög dýrt og það er rosalega mikið vesen. Þannig að best væri bara að fyrirbyggja hana og sjá til þess að hún kemur ekki eftir. En svona sama og sagt hefur verið bara samtalið við fólk og að vinna þetta saman, það gerir alveg kraftverk. Takk. Takk fyrir þetta. Fróðlegt að sjá og akkurat svona sem við þurfum að gera. Byggingagallar með heldur ekki vera feimnismál. Þurfum að bara sýna það á. Þegar við öll hinn lærum að því að gera þá ekki þessa típa klæningu aftur, til dæmis. En þá er næstur Einar Bjarnason, Límtré Vírnet. Það segja ykkur frá íslenskri framleiðslu á byggingarefni og framtíðinni þar. Það reyna það. Já, markaðsstjóri myndi segja að við höfum lausnina í þessu. Við erum með miklu frí hús, mjög lágt kolefnisspor, nánast viðhaldsfrí. Þannig að þið getið leitað til okkar til að svara öllu þessu vandamáli sem búið að kynna hér í dag. Og frænka mín Dóróþea var aðeins að skemmta með mér þegar hún var eitthvað að tala niður timbrið, það væri svona kolefnisfrítt eins og við höfum haldið. En svona allir ganni stefti þá er ég búin að vinna í Límtré Vírnet í 30 ár, kem þar inn sem vélaverkfræðingur og ég kem þaðan að ég var að hanna véla fyrir Límtré-samslu, verð svo stýri framleiðslu á Límtré og renn svo smá minni gæða og gæðamál og kerfisstjórnunarmál og ýmislegt og er minn sem verkefnisstjóri í fjárfestingarverkefni hjá Límtré Vírnet í dag líka og situr í framkvæmdastjórn. Allt er alveg að binda, það á ekki endra við í dag í þessum umhverfismálum en það átti algjörlega við fyrir 1-2 árum. Aðeins fyrirtækið, við stofnuðum að 1956, þannig erum búin að vera ansi lengi á markaðnum, við vorum náttúrulega með lykilefni í íslenskri byggingarframleiðslu í nokkra áratugi sem við vorum naglarnir sem var byrjað að framleiða þarna 1956. 1986 byrjað að framleiða Límtré og erum með 3 verksmiðjur í dag, sem sagt íleiningar og flúðum og stál, sem framleiðum íleiningar og Límtré. Og svo erum við með verksmiðju í borgarna sem framleiðum stál og álklæðningar. Og við seljum mikið til bíkó og húsarsmiðina og við erum ábyrgir fyrir mikið af bárujárninu sem er farið að eldast hérna svolítið á Íslandi. Framleiðslan flugum hryggjarst ekki húsur sem við hönnum alfarið sjálfir og hönnum allar byggingar sjálfir. Og við erum cirka 100 manna fyrirtæki sem gengið mjög vel undanfarin ár og höfum haft á gæfi til að halda góðum hluta okkar viðskiptavinum og þegar svona förstu viðskiptavinum þeim fjölgar sem segir svolítið fyrirtækið. Við flytjum líka inn fullt af byggingarvörum sem er ákveðið vandamál í þessum umhverfismálum. Við erum mikið að fjárfesta í endurnýjun búnaðar
Og hún meðal annars drifin að bjarsinu að loksins sé umhverfis kröfur að skila okkur einhverju. Og það vel ekki verið þannig að því í stefnumótun, ég var að tekka stefnumótun 2000, þá var aðal tækifæri Líndri Vinnis var að við myndum alveg mala samkeppnina við stálkvendahúsir að því stálið myndi hækka svo í verðið. Það bara varð alls ekki. Að því menn hugst alltaf krónur og aura þegar að byggja hús. Umhverfisvitundin hún víkur. Og hlutaði að við erum kannski ágætlega undirbúinir undir þetta. Við erum búin að fara í gegnum 7 vottun okkar framleiðsluvörum og við erum með vottastjórnkerfi og við erum í innleiðingu á öðrum stöðnum líka og við erum konum inn í opinbert markmið fyrirtækis að LCA greina okkar vörur. Það var svo svolítið áður en menn fóru að tala um þessar kröfur sem komin í byggingarreglugerðinni. Þannig við vorum svona ágætis róli að við héldum. En þá fyrir að hellast yfir okkur, menn fyrir að byggja þarna Svans og Bream, vottuð hús og svona og enginn vissi eiginlega neitt. Og mikið krafum gögn sem við áttum jafnvel sem þó við varum birt að byrja, þá voru þeir ekki mikið betur stattir en við sem kom okkur svolítið óvart. Og þess vegna þetta haltur leiði blindan sem svolítið sameiginlega lærdóm og sérferð í þessu. Við vorum algjörlega þannig. Og fyrstu viðbrögðin hjá okkur bara að senda öll tækniblið og vottar sem við fundum frá viðkomandi hráframleiðum og okkar líka og heldum að þá fengjum við frið. En það okkur var andra fljótt ljóst að það bara flækti þetta. Og við sáum mjög fljótt og heyrðum það að það var mikið viðskiptafali að gera þetta bara vel. Þeir viðskiptavinir okkar sem eru verktakar, stóru verktakarnir eru svolítið öðru, þeir eru komið miklu lengra, þeir eru búin að standa meira í þessu og voru stundum að kenna okkur. En þeir vilja bara skýrt svar og þeir vilja bara losna við þetta vesinn. Þeir vilja bara segja okkur hvað vottuðin að fara í og vilja fá nákvæmlega réttu skjölin. Og þeir gáðu henni skýrt í kynna að án alls vesinn sem myndi okkar vera að skora mjög mörg stig umfram aðra og verða líklega til að vera valið. Og við getum selt á betra verði sem hljóma náttúrulega mjög vel í eyrum eigandana. Hvað drífur þetta ferli áfram? Þetta kostar helling. Það ekkert umhverfisvitund okkar sem framleiðandi, við erum bara heiðilega með það, ekkert endilega eitthvað djúp umhverfisvitund. Við erum bara að hugsa að framleiða góða vörur sem við fáum ekki hausinn aftur og hún verði vel kynnt og annað slíkt. Og kosti og sjá sambýrnisæðu verði. Og það held ég hjá allflestum það er alltaf krónur og aurandur í eftirsæti, kannski því miður. En það líka náttúrulega orðstýrinu og það líka komið ákveður hreyfiafl fyrir okkur að stíga áfram. Það sjálfbærni kröfunar og stíslu því tengdum við að koma miklu meir inn, hann að potast áfram. Og líka eins og við áður minnst í það þetta að fá ódýrara fjármagn í að byggja vistvænt, en þetta rosalega lítið. Menn sjá rosalega lítinn fjárhagslegan hvata ennþá að byggja umhverfisvænt hús. Það kemur ekki rauninni fyrir núna, kemur þakið á kóluninnsborð. Þá fáum við loksins ykkur smá umbun að við höldum allavega. Staðan í dag hjá okkur, við erum komið upp í blöð í samvinnu við verkvist, við fengum bara utan hvað við ráðgjafa í þetta og við gengið mjög vel. Við erum að vinna í EPITist fyrir stála álklæningar og þessi breytta byggingarreglugerð, hún kallar mjög fast á þessi gögn og þannig getum við fengið í rauninni fjármagn í þetta innan fyrirtækis. Og svo allar þessar umhverfisvottar sem mismunandi viðstafinir okkar að kalla því. Þannig við erum búin í samvinnu við verkvistendar og við erum konir bara langt komin að setja upp ákveðna gagnamatríksu þar sem allar okkar helstu vörur og greindar hvaða vottanir þeir á bakvið sig og til síður undir hvaða umhverfiskröfur og hvaða vottanir hafa þær og hvar má nota þær. Þessi matríksa nærorðið er allar okkar helstu vöruflokka gagvand öllum þessum helstu umhverfisvottunum ásamt linkari tilvísin í því gögn sem staðfesti það. Þetta stefnir á því einhver sirka 300 línur, þannig að þetta orðið alveg rosalega bá. Þetta verkefni gekk lengi undir vinnuheitunum umhverfisvottunum frá Dummies og þá var talað um sölumenn. Þeir vildi ekkert endilega skilja þetta. Þeir vildi bara geta flett upp að þessi vara með þetta dót og geta afhenda. Þetta var þetta mörgulega mjög flókið sem lentum svolítið mikið á verkvist og innkaupadeildinni og við erum í Keldum því mikið af bæði Austardalsbyrgjunum og talandi Asíubyrgjana þar þetta ekki komið í neitt á stað einhvern veginn. Er ég bara búinn? Þá er ég bara mjög hratt. Nú ég bara búinn. Sorry.
þetta er gulrótin okkar. Timbur með alltaf 86% lægra kolefnisspor en stál. Það er borin saman svona sambærileg burðarvirki. Þannig að og við erum náttúrulega langumhverfisvænlega efnið. Íslenska steinull með 50% lægra spor en innflutt steinull og til miður fáum bara ekki nógu steinull. Steinullverksmiðjan, hún annar ekki eftirspurn á Íslandi sem alveg synd. Notum stál frá SSAB með grínkóttúðun sem út úr repjólju, þannig að það fer í gegnum allar þessar kemstýrsi, svansvottur og bregamvottur gegn þar. Og SSAB kemur næsta ári með stál með 0% kolefnisspori sem svolítið stór, ný framleiðsla fyrir stáli sem á eftir að skipta miklu máli, þetta svolítið dýrt, en það sem þetta skiptir máli þá mun það slá í gegn held ég. Kemur aðeins inn á viðhaldið, það svolítið hjá okkar hjartansmála þegar við fáum, þegar að stáli klæðningarna fara að bila, það fáum við þar í hausinn og kostar okkur alveg hellingspening. Og við þurfum eins og tala að umbreyta kúltúrnum í viðhaldi húsa, þessi einfaldi kúltúr að bara þvo húsin. Það sem náttúrulega hreinsun ekki til, svo undir þakstjækjum og svölum og slíkt, við þvoum bílinn okkar, við hreinsum húsið okkar að innan alveg fram og aftur, bússum mótorhjólið, við þvoum aldrei húsið okkar. Það sem mestu verðmætin eru. Og þetta þarf að fara inn í rekstrarhandbækur, finnst mér, á húsum. Og mætti vera hluta ábyrgðarskilmálum. Og loka orð, mikið að tilbúin og stjálfesta, þó þetta kosti hellingsvinnu. Umhverfiskröfin að breyta leiknum hratt, mjög hratt og loksins segjum við, það skapar gríðarleg tæki fyrir okkar fyrirtæki, það bara að hugsa sjálf hvert. Traustgögn, ferlar, einfaldar lausnir og góð samvinna er lykillinn að lifa í þessum nýja heimi. Og sé bara, takk fyrir. Takk fyrir þetta. Mjög mikilvægt náttúrulega, hámarka allt sem við getum innanlands. Þetta góð vinna sem í gangi. Þá það Alessandra. Þarna hún, já. Alessandra Geldur frá Eflu, ætlar að tala kolefnisspor bygging á Íslandi. Raunar markmið. Gjörðu svo vel. Já, takk kærlega. Það setjum stopplöku. Það getur verið ágætt. Herru, frábært að vera hérna með ykkur og fá að vera líka á þessu málþingi. Hérna, þetta búið að vera óbærslega spennandi og svo ólíkar nálganir og mér finnst að allir ætti að sitja þetta eða hlusta bara aftur á upptökuna. En ég ætla að þó fara aðeins yfir svona raunmælingar og kolefnissporsútreikningar sem við erum búin að gera fyrir byggingar einmitt og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur í framtíðinu og allt sem aðrir eru búin að vera að tala það talar voðalega mikið inn í þetta. En við erum auðvitað við vitum að við erum komin svolítið á heljarþröm, hvað verður að breyta umhverju okkar og við þurfum að breyta einhverju. Og við erum ennþá svolítið í línulegu hagkerfi, þó við sem búin að vera að tala hringrása hagkerfi núna í mörg ára, þá erum við ennþá með þannig kerfi að við náum í nýjar auðlindir og framleiðum og förgum síðan. Og erum ekki að endurnýta nógu mikið eða nýta vel þar sem við erum með. Og við vitum það að vísindin búin að segja okkur að við erum búin að hækka magn kolefnis í andrúmslofti og það þessi helstu valdar sem við vitum, orkugjafar heimsins, en sement fær líka alveg sérstakann stall. Annars þetta auðvitað kol, olía, gas, það þessi óendurnýjanlegu orkugjafar sem eru kannski aðal valdarnir og það virðist ekki vera sem við erum búin að ná svona stöðnum þar, þetta bara hækkar og hækkar samkvæmt nýjustu tölum. Vissulega á Vesturlöndunum þá þetta aðeins búið að ná svona kannski það að róast þar en þetta bara búið að færa sig. Við erum búin að færa raun alla framleiðslu heimsins bara yfir í aðra heimshluta en við erum ennþá stærstu neytendur í heimi og þetta getum við séð til dæmis bara með mælingum. Það búið að taka til greina útflutning, innflutning. Við sjáum að Vesturlöndin eru per capita stærstu neytendurnir og líka Mið-Austurlönd einhver. Og svo þetta spilar inn í bara fólksfjöldin. Ef það meiri fjöldi þá náttúrulega heildarlosunin meiri hvar sem það En þetta þýðir það að við þurfum að fara niður hratt og vel og það búið að teikna upp svona myndir. Við fáum reglulega uppfærslur á þessu frá vísindasamfélaginu og því lengur sem við erum að fresta það að taka alveg fyrir þetta því bratt verður kúrfan og við sjáum það bara sögulega þá erum við bara búin að gefa í en einu tímabilin þar sem að það hefur minnkað það þegar við erum
lendum í krísum, heimskrísum og það eru olíukreppur, það eru styrjaldir og núna seinast þá tókum við hressað niðurdífi og það var COVID. Þannig við þurfum eiginlega að taka eitthvað annað eins. Við gátum það þá, en við fórum hins vegar bara svona back to business eftir COVID. En þannig að við vitum það alveg að það byggingargeirinn, eins og við búum að koma inn á hér, hann ber stóra ábyrgð hérna. Þetta orkunotkunin á heimsvísu og svo þetta efnin sjálf. Og við vitum að það ennþá þörf á þessu, við þurfum að byggja áfram. En þetta samt staðan og þá auðvitað spyrjum við okkur hvernig ef að gera þetta þá. Við erum ofta að horfa á þessa kurvi hérna, því seinna sem þú ákveður að gera eitthvað í þessu, að reyna að breyta til batnaðar, því minni áhrif getur þú haft. Við erum kannski búin að ákveða að byggja, við ætlum að byggja einhverja byggingu, einhverja ákveðnum stað, búið að hannan og allt saman. Þá eru bara færri tækifæri fyrir okkur að gera eitthvað gagn. Og þið sjáu kannski hérna lengst til vinstri á þessu línuriti, við getum alveg 100% árangri í að draga úr kolefnisspori ákveðna byggingar með því að ákveða að byggja hann ekki. Og það líka eitthvað sem við þurfum alveg að ræða. Eigum við kannski bara að byggja ekki, nota eitthvað sem var fyrir. Þannig að það svona hugmyndir sem þurfa að koma meira inn og við getum svona eiginlega fullir það að bara við getum ákveðið svolítið eða nánast, við höfum mjög mikið það að segja því fyrr sem við komum inn hvert kolefnisspori verður, við sjáum það. Þannig að okkar mati þá eru vistfélsgreiningar eða life cycle assessment, þetta svona eins konar svissnesku vasanhífur í þessu sambandi, góðar upplýsingar og það að beita þetta mælitæki á svona ólíkan hátt til þess að reyna leiða sannleikann fram. En við þurfum á einhvers konar svona tóli að halda til þess að bara sjá heildarsamhengið og þetta þá erum við að taka inn í svona greiningar alla myndina. Frá því að við tökum eitthvað efni hinum megin á hnettunum, vinnum það, flytjum það, setjum það á einhvern stað, notum það og förgum því síðan eða helst komum því aftur í hringrás. Við þurfum að taka inn fullt af upplýsingum þegar við erum að gera þessar greiningar, þannig að þetta getur verið svolítið tímafrekt en við erum komið með allskyns hjálpatól og gögn til þess að auðvelda okkur lífið en með því að gera svona cradle to grave frá vöggu til grafar þá að ná heildamynd, það aðalega það vegna þess að fólk getur verið mjög duglegt við það að fara yfir sín eigin rekstur kannski frá ári til árs en það bara sér brot af myndinni. Með því að gera svona greiningar þá kannski getur það átt að sjá því kannski myndi það gera mest gagn með því að skipta byrgja til dæmis eða eitthvað því líkt. En þetta er svona tól sem að veitur okkur góðar upplýsingar og tölulegar upplýsingar. Og kolefnisspori er bara ein sneið af þessum áhrifum. En við fáum líka alls konar upplýsingar eins og bara eitur áhrif líka. Súrnun og notkun auðlinda. Og talandi að nýta vel auðlindir og það var ég fyrir austan fyrir helgi og þar fór ég inn á bara aðstöðu Eflu þar og það var gamla rjómastöðin sem er rétt hjá sláturhúsinu, það stóð til að rífa sláturhúsið en því mótmæltu heimamenn og það er núna blómleg menningarstöð en þarna inn í þessari rjómastöð sem síðan breytist í bakarí sem síðan breytist í bara skrifstofur Eflu, það verið að endurnýta bara flest allt sem var hann inni. Það eru gömlu flísarnar frá bakaríinu og allt innbúið. Ég veit ekki hvort það endurnýta tölvunar, ég held ekki. Já. Já, það ekki, jú. Já, ég myndi, ég tók sérstaklega mynd af henni, hún alveg glæsilegt, sko. Vottanir, þessar upplýsingar eða kolefnissporsútreikningar þeir koma að einhver leiti inn í gegnum vottanir, það verið að biðja þetta í umhverfisvottunum. Við erum með ýmis kerfi, ekki ýmis, við erum með þau sem hafa helst komið hingað inn á landinu, eru Breim og Svanurinn og þetta auðvitað svona misumfangsmikil kerfi. Það verið að taka á alls konar þáttum sem að eru ekki bara eingöngu að fjalla bara efnisvalið og umhverfismálin, það líka verið að tala um einmitt þessa innivist, orkunotkun. Erum við að haga málum þannig að við getum fargað úrgangi á réttan hátt og svo framvegis. Ég skauta bara hratt yfir bara nokkur þessara atriða. Breim þannig kerfi að það er umfangsmikið og það getur henta vel stærri aðilum sem að vilja einhvers konar þyngri gæðakröfur á sína vöru. En svo erum við líka með Svaninn sem að getur að mörguleiti henta betur og fer inn á mörg svona atriða
og það er einhver eðlismunur á þessum kerfum en kannski í heildina má segja þessi kerfi að þau hafa virkað sem hvati hérna. Á undanförnum árum þá hafa þau einmitt skilað greiningum sem við geta nýtt okkur. Þau hafa skilað svona verklagi sem að fólki hefur geta nýtt sér. Þannig að við sjáum að það hefur svona einhvern veginn flýtt fyrir eða komið umræðinu inn á hærra plan þó að þetta sé ekki endilega leiðin fyrir alla byggingur að fara. Og það er aðalega þetta, að reyna að stuðla svona betri hönnun og auka þessa umhverfis meðvitund og við sjáum það til dæmis að frá því að fólk byrjar að fara af stað með svona kerfi með einhverja ákveðnar hugmyndir hvernig það vill fara það fer í þessa vegferð og árangurinn jafnvel betri en það hélt í upphafi. En svo ég sýn okkur nokkuð dæmi úr bransanum að þá hefur við einmitt í gegnum í tengslu við svona vottanir, við að greina nokkra byggingar hjá Eflu, hefðbundnar byggingar á mörgu leyti, þar sem við tökum allt inn og hér er dæmi niðurstöður fyrir viðbyggingu sundhallarinnar. Rauði liturinn eru öll byggingarefnin, við sjáum að umhverfis áhrifin eða kolefnisspor er mikið til þar, ef við brjótum það upp, þá sjáum við að steypan er þarna. Tikkar inn hátt, 22% cirka. Svo erum við með gráa hlutana, það er það að byggja bygginguna, eldsneytið og flutningarna á öllum efninum. Notkunin er bláu hlutin, þar einmitt kemur inn líka, þar lærðum við það í rauninni þegar við fórum fyrst að gera þessar greiningar að heitavatnsnotkunin. Þó að við séum með endurnýjanlega orkugjafi hér, þá kannski megum við samt ekki vera orkusóðar. Þetta er ekki endalaus uppspretta og það þarf að huga að þessu, að hversu mikið verður að nota, það þarf auðvitað að bora ef við ætlum að nota meira. Fleiri byggingar, hjúkrunarheimili í Árborg, það var líka svona kannski hefðbundin greining, tókum flesta byggingarhluta inn. Við sjáum teiknast upp svona svipaða mynd. Aftur byggingarefnin eru að skora hátt, steypan, jafnvel hærri hlutdeild. Þetta er bara ólíkt eftir byggingum, þær eru hannaðar með misjöfnu hætti, 33%. Nýbygging Alþingis sem var einmitt komið á áðan, hér í eignasafni FSRE. Þar voru gerðir svona reikningar út af vottun og þar skora byggingarefnin jafnvel meir en helming og steypan aftur svona það bil 30%. Svo er gerði viðmiðunarhús svo kallað fyrir nýsköpunarmiðstöð og það stendur til að gefa þetta út bráðum í skýrslu þar sem við förum aftur yfir útreikninga og komum kannski með einhverjar sviðsmyndir en þá sjáum við teiknast upp sambærilega mynd, það eru byggingarefnin og það er notkunin, notkun á aðalega heitu vatni og rafmagni. Og svona getum við leikið í okkur að þessum greiningum, skoða hvað er mesta útslæð og steypa er ekki sama steypa. Við sjáum það er búið að koma núna sterkt inn á markaði og ólíkir framleiðendur er að núna bjóða upp á vistvæna steypu, vistvænni valmiðlugum og í einhverjum tilvikum þá kannski að breyta einhverju verklagi og þetta er eitthvað sem ákveðst í upphafi. Þá þarf mögulega að bíða eitthvað lengur einhvern veginn að breyta einhverju. Í tilviki þessari bygginga sem þetta eru ákvarðanir sem voru teknar fyrir nokkrum árum, þá var einmitt skoða það að skipta út hefðbundinni steypu fyrir svona flugöskusteypu að einhverju leyti. Og svo ef maður ber þetta saman við erlendagreiningar, þá er þetta auðvitað þannig að við erum í öðrum veruleika hérna á Íslandi. Við erum með vatnsaflið og jarðvarma, þannig að yfirleitt þegar við höfum að bera okkur saman við erlenda byggingar, þá er þetta stór munur þar á. Þau eru búin að fókusera undanfarin ár mest á orkusparnað og orkunotkun á meðan að við sannarlega þurfum að einbeita okkur að byggingarefninum. Og þá geta þessar greiningar rauninni svolítið lóðbeint á það sem við getum gert til þess að ná árangri. Það getur verið til dæmis að stilla upp einhvers konar innkaupakröfum í útboði. Það er að gera einhvers konar kröfur til verktakana á framkvæmdatíma, að passa upp á reksturinn, að hann sé einhver sjálfbær með einhverjum hætti og líka ef við ætlum að fara í einhvers konar niðurrif að skoða hvað við getum gert við öll efnin. Talandi byggingarefnin, þetta er svona einmitt eins og þetta fyrir að vera samkeppnismál, þetta fyrir að verða bara mikilvægt mál núna að geta reitt fram svona upplýsingar, umhverfis yfirlýsingar fyrir vörur, því að við erum komin bara á samkeppnismarkað og það verið að biðja þetta núna innan kerfa og núna með nýju kröfunum í íslensku byggingarreglugerð þá verður gerð krafa að svona gögn séu notuð ef þú ætlar að stilla upp kolefnisspor byggingarefnanna.
Þú verður að hafa allavega einhverja sannanir fyrir þessu. Þá er þetta tegund af útreikningum sem við teknir út. Þetta er að koma núna inn í öllum kerfum. Við lesum þetta alltaf á sama hátt, það er að góða við svona umhverfisyfirlýsingar, EPD, eða þetta getur verið fyrir byggingavöru, matvöru, umbúðir, drykk, hvað sem er. Alltaf lítur þetta eins út, þannig að hver sem getur lesið út úr þessu. Það er að góða. Þetta er svona eins konar næringar innihald vörunar, nema bara umhverfisáhrif. Þetta segir okkur ekki hvort að varan sé góð eða slæm, bara að útreikningarnir séu réttir. En hér er dæmi Steinull mitt sem er íslensku framleiðandi, bara alveg svo Limtré, sem að sá að þetta þurfti að gera út í að þeir voru að flytja út vöruna sína. Innlend hráefni að mörgu leyti og innlend orka en eitthvað þarf að flytja inn. Svona lítur til dæmis varan þeirra út. Það er hráefnin en það er líka framleiðslan, bara á Sauðárkróki. Og skiptir ekki máli hvort að þú ert að kaupa þetta í Reykjavík eða Bretlandi eða meginlandi Evrópu, það hækkar aðeins. En það sem kannski er svona stóra samkeppnisatriði er að þetta lítur bara miklu betur út en samkeppnisaðilar á meginlandinu. En það sem er að gerast núna á Íslandi, er ég ekki bara á? Já, ok, þá. Já, þetta verður bara hratt yfir. Það er sem sé eins og allir hérna, veit ég, í þessari bublu. Það er komið ný krafa að við að skila inn útreikningum kolefnisspor og þetta tekur gildi 1. september og þetta er afleiðing af þessum vegvísi sem var hannaður, sem var afrakstur 2 ára vinnu, vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð. Þetta er í stöðugri vinnslu, það er að góða við þetta, það er ákveðið eftirlit með þessu og við getum fylgst með hver er ábyrgur, hvar standa verkefnin og aðgerðirnar sem voru skilgreindar. Þannig að frá og með 1. september þá þarf að skila inn svona útreikningum fyrir alla byggingar sem að sótt er byggingarleyfi og líka þegar þú ætlar að fá lokaúttekt. Og þetta gildir fyrir flest mannvirki, ekki sumarhúsin eða einhverja geimstur. Og það verður krafa miðlæg skil. Það er að góða líka í þessu. Þetta verður svolítið eitthvað sem að HMS getur unni með til frambúðar. Við stökkum svolítið að hoppum upp í lestina. En Norðurlöndin eru á undan okkur, þau voru þegar farin af stað. Þau eru búin að gera þetta kröfu hjá sér, sum hver eru komin með þak og viðmið. Þetta er svolítið ólíkt, pínulítið, það er blæbrigðamunur milli Norðurlöndina. En við erum nokkurn veginn að fara í nákvæmlega sömu átt. Og það eru allar upplýsingar þetta á heimasíðu HMS. Mun þetta skila einhverju? Við höldum að svo sé vegna þess að ef leið úr farin að mæla eitthvað þá getur við farið að skilgreina einhver markmið eins og við vitum. Þetta mun svolítið breyta held í umræðunni. Og það eru raunverulega valmöguleikar nú þegar í boði. Hérna er bara svona skemmtidæmi eitt lítið mannverki sem er möstur, stálmöstur með undirstöðum og öllu. En þarna allir vinstri vorum við að sýna bara á svona sviðsmyndir af stáli sem væri í boði á markaðunum í dag. Og til hægri voru bara raunverulegir kaupendur, eða bjóðendur. Þannig að það voru nú þegar, stál er ekki sama stál og það er það sem ég vil svolítið koma innast, steypa er ekki sama steypa og þess vegna við getum ekki sagt að eitt byggingarefni sé betur en annað. Það er bara engan veginn hægt að segja það. Þannig að við teljum okkur geta náð einhverjum árangri fram í tíman. Danir eru mikið búin að spá í þessu. Ef við mælum þetta, setjum einhvers konar þök, þá getum við náð árangri. Og það er ekki bara í nýframkvæmdum, það er líka í endurbyggingu og svona renovasjón og líka í niðurrifi. Takk fyrir. Takk fyrir, Alexandra. Fundarstjóri með hljóp í burtu, en ég ákvað að taka við. Við erum komið svolítið langt yfir tíman hjá okkur í dag. Þannig að ég ætla eiginlega að athuga hvað, Katarzyna ætlar þá að vera bara með stuttan fyrirlestur og kynna fyrir okkur verkefnið sem hún mun þá halda vinnustofu fyrir okkur síðar. Er það rétt skilið? You're just going to have the presentation and tell us about the project, yes. And before she starts, we will just, we're not going to have time for any summarizing or anything like that, but á íslensku, má ég segja það? Já.
Þannig að við erum ekki að fara í námengri samantekt eða neitt þannig, en mér langar samt að segja að ég er rosalega þakklátt fyrir að við tókum þetta þing upp. Að við getum þá, þegar að byrja að snjóa okkur, farið og sest niður og horta á þetta, og að því að mér finnst svo frábært hvað eru frábærir svona þverfaglegir aðilar að tala saman, og ég held við ættum að tala saman miklu oftar. Katarzyna. You can. Oh, and sorry for the late. Oh, it's fine. So we were supposed to have a workshop right now, 1 hour of group discussion on new European Bauhaus concept. I don't know how familiar you are with the concept, but we've done this workshop before and we got quite positive feedback that it can be useful for us in Iceland to some extent. So I just wanted also to hear from you what you think about it, but since we don't have time, I just wanted to introduce you the concept and then just more or less explain you what we were supposed to do and invite you to the workshop in, I guess, at the beginning of September. So please feel, just follow us on Facebook or follow our newsletter, so then you will learn more when we are going to have it. But this is actually the question we were supposed to answer today. Since we are not gonna do it, then as I said, I'll just shortly introduce you to why we wanted to do it. So the concept in European Bauhaus was introduced in like 5 years ago, but we got the project from European Union, which is called Bauhaus Goes North, and we as Green Building Council Iceland, we are responsible for promoting the concept in the Arctic area, as well as for the competition of best practices within the concept. And then I wanted to ask you some questions. I don't know why Slido doesn't work. It's probably because it's not my computer, but it doesn't matter. We are just gonna run through the presentation anyway. So Bauhaus, this was the title you had in the of the workshop in the agenda. So every time I see Bauhaus, I think about this. So no, it's not, I don't have any problems with this particular store, but that's not what I wanted to discuss. So Bauhaus used to be, or is still a architecture movement. It was founded in Germany in 1920, and it combined beauty with practical aspects. That's why European Union decided to create a new version, European one, which they called New European Bauhaus. So they wanted to combine the practical aspects of let's say, our work or construction work with aesthetics and beauty, how they understand it. So as I said, the concept was introduced in 2020, so 5 years ago, but back then it was only defined as a concept which combines sustainability, beauty, and inclusiveness, and nothing else. So of course, for some people it's enough and they understand it. For me, as I have more of the, let's say, engineering way of thinking, I was like, what does it mean? So it took European Commission, it took them 5 years or 4 years to actually, define the concept. So at the end of last year, they published the so-called self-assessment tool. So 440 pages of the report defining what does it mean to be beautiful, what does it mean to be inclusive, and what is sustainability. And that's something I wanted to discuss with you today, but let's move it for September. So, but concept itself also is based on, they call it 3 values and 3 working principles. I would say just 6 aspects. So it is sustainability, it is inclusiveness, as I said, and it is beauty. And then participatory process, multi-level engagement, and transdisciplinary approach. And these values, I think, what is sustainable? I think we intuitively understand it. We think about climate goals, circularity, pollution, limiting pollution. We think about biodiversity. Then when we think about it together, so inclusiveness, then according to European Bauhaus, it is affordability of housing, so something we're struggling here in Iceland as well, all over Europe. It's accessibility for disabled people, for people with other, let's say, older people, etc. And it is a lack of discrimination in any way.
And then we also have beautiful, and that's the most complicated aspect of New European Bauhaus, because we intuitively think that beautiful is something we see and we like, whereas they define beautiful not only as aesthetics, and they actually have a number. They put by the way, they put let's say they created indicators how to measure how aesthetically pleasing the building is. But that was supposed to be our discussion. I'm very impressed with it. But also by beautiful, they think about quality, they think about resilience towards hazards, they think about heritage preservation, they think about how emotionally attached we are to the buildings. They think about something you've discussed here, so durability of buildings, well-being, indoor or high quality of indoor environment, and accessibility as well. And then we have those three working principles, as I said. So what is participatory process? It's just simply the fact of including different stakeholders, different actors, for instance, tenants or communities which are influenced by our project in the discussion. I think many of us actually do it. We have dialogues with future tenants, for instance. Then we have multi-level engagement. That's something which really European Bauhaus promotes. And it's just the exchange of experiences and knowledge in between our peers, so us here, but also just going, let's say, level up. So going to public authorities, municipality, then national level. And then transdisciplinary approach, it means just combining knowledge from different fields. So it's not only from construction sector. Sometimes when we think about accessibility and being inclusive, maybe we should or could include someone with social sciences background or also environmental background when it comes to sustainability. So what I wanted to introduce you to as well is the self-assessment tool. So the quite strict and concrete definition of the concept. And since we have quite a various and diverse group here, I picked 3 KPIs, so 3 aspects of New European Bauhaus, and I just wanted to show you how deeply they went into it. It's not something you, of course, have to remember by heart, but it's the proof that those 442 pages are actually quite meaty, and I think we in Iceland could take something, not everything, but something out of it for us to avoid, inventing the wheel, and just simply to base our actions or our projects, improving our projects, aligning with these. So one of the KPIs, which is part of the beauty, is the so-called ensuring occupant health, comfort, and well-being. So I picked this one because I know that you've been discussing it during the conference, but also today. So each of the KPI has the so-called performance class. So you can, in this document, we are not going to go deeper into it, but it's quite complicated, but you can actually assess your performance against it based on numerical indicators. But what is the part of this KPI? We take into account indoor acoustic environment, lighting environment, thermal comfort, what happened, and promotion of physical movement. So something you've, as I said, discussed for the last days, but then what we could use, what could be useful here for us, is, for instance, indoor acoustic environment. It's quite well defined. What are the criteria we should take into account when we want to perform well, following the New European Bauhaus concept? So maybe in our project, we could take into account these standards if we are not taking them yet. And most of the aspects in European Bauhaus are linked to existing standards, existing reports, existing, let's say, knowledge already worked on. So it's good. It's a good summary of what we could consider in our projects. Then we have promotion of physical movement. So it's also linked to the so-called best practices defined by many researchers and studies. And here, for instance, we would think about ergonomic workstation design. So most of you have this adjustable height of desk and chair, but we also can have gyms at work or physical activity spaces
We can have decorated staircases to encourage people to use stairs. So the ways or angles of looking at the specific aspects are quite broad in European Bauhaus. So maybe it's good for you to check if you are interested and just see if it gives you kind of food for thought and something to consider in your project. Then we also have KPI, which is my favorite one. So ensuring high level of aesthetic acceptance of buildings and spaces. I was shocked, actually. It's 15 pages defining what is beautiful. So it's defined actually, and they have a score. So somehow they managed to define being beautiful in a numerical value. I'm quite impressed. But anyway, so they linked visual experience and multisensory experience to high-level aesthetic acceptance, and not going deeper into details, I just wanted to show you what is visual richness. There are 4 aspects of it. One of them is the so-called order, so structural layout balance. So this aesthetics balance in architectural composition and visual hierarchy. Unity of design, no randomness in design. So, and according to this concept, order can be represented by 4 different layouts. So we have repetitive layout, symmetrical, asymmetrical, and curvilinear. And this is 15 pages of quite meaty information. So for instance, if you have this type of compositions in your design, then you get the highest score according to European Bauhaus. This is how it works. And then attractiveness of circulation works exactly the same. So they, for instance, give you the highest score if your building is spirally approachable. So then you approach the building like walking around it, so you can see the building from different angles. It's so beautiful. It kind of, and enhances your emotional attachment to the building. So that's why you get the highest score. And the last thing I wanted to share with you is quality of design and delivery, since I know that you've also been discussing this. And here we have competencies of design team and contractors taken into account, responsible material sourcing, and material efficiency. So for instance, not lack of over-dimensioning. And I would say that competencies of design team and contractors, if you would like to check, for instance, your competences against it, instead of just going deeper into the public procurement directive and common green public procurement, this is the two main, let's say, legal European basis for competences of service providers. You can just simply check this document and you will find a nice summary of your competences, which are divided into core criteria, so something you should have. I just gave contractors here as the example because contractors are not mentioned often in such documents. And then you have like extra criteria. So let's say if contractor has, as many of us here, or our contractors have experience with certified buildings, this is the core criteria, so this is a basic. If contractor has experience with renewable energy, this is comprehensive criteria, something extra. So I'm just trying to say that here you can actually find in this list something which for us in Iceland can be normal or typical or business as usual. And for other European countries, it can be comprehensive criteria, so something wow, 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 and they are super impressed with it. So that's something I wanted to end the short presentation with, is that we are not performing as badly as we think in Iceland. And even according to this concept, which you can see is quite complicated and defined from different perspectives and in different way, still there are so many aspects in Iceland we are just doing normally on daily basis, which are considered extra and extraordinary and very good in European perspective. So well done. And thank you for your attention. I just wanted to show you what we were supposed to work on. So I just wanted to ask you what you think about these KPIs for sustainability, beauty, and inclusiveness. I can share it. You don't have to take photos of it. I can share the presentation.
But since we don't have time, so I just wanted to thank you for your attention. And this is my email. If you would like to know more about this concept or you have some questions, and of course I know that you don't have time to look into 442 pages of report, and I've read this report a couple of times, so I think it may be easier for me to answer, so just don't hesitate to contact me, drop me a line. I will just try to answer as best as I can. And thank you very much. Thank you for this conference. It was also very, very interesting. Herðu, þá bara komið að ljúka þessi dag. Mér langar að segja samt eitt sem að ég hjó eftir þegar við vorum að fjalla turnin og tala feimni. Og ég veit að ég í streymi á Vísi, en ég var svolítið sár að við varum að halda alþjóðlega ráðstefnu innivist og sjálfbærni og heilnæmhús og fyrirsögnin var umræðu myglu. Getum við ekki reynt að koma okkur saman að fara aðeins með þetta á annar plan og ræða bara heilnæma, innivist og góða og við vorum að fjalla lýsingu og hljóð og fullt af öðrum hlutum. Þannig að ég held við ættum að reyna saman að ná þessu svolítið á betra plan með það. En Alma baði að fá að segja nokkur orð og kannski langar Gústa að segja líka einhver orð eða hvað? Já, Alma? Hæ, aftur og takk fyrir bara frábært málþingi í dag. Mér langaði bara að hrósa aftur, hrósa Silju fyrir að standa að og Heiðu, þú stendur upp hérna og Ólafur Valluvík, hann reynda farinn og Vincent og Ásta fyrir ekki. Lóðdóttir, þau verið ráðstefnu teiminu fyrir ráðstefnuna og ég skal segja ykkur, það er ekkert smá vinna orka sem fer í að standa að 400 manna ráðstefnu, þannig að gefa ykkur bara gott klapp. Ég ætlaði að koma með svefngrímu og lavandidropa til að afhenda þeim, en ég glemdi heima, en þetta er ekkert smá frábært og þvílíkt fræðandi. Og mér langaði líka að segja að Kerry, forseti Ísek, sagði við okkur áðan frammi eftir erindið. Þetta er bara einn best og velheppnaðasta ráðstefna sem haldin hefur verið. Þannig að þetta er eitthvað smá flott fyrir Ísland. Já. Til hamingju. Til hamingju Ísland. Takk fyrir þetta og takk fyrir daginn og ég ætla að fara heim að sofa. En mikil hlakka ég til ef við komum aftur saman í haust og hittumst til dæmis á Grænni byggð og ég held að þessi hópur og miklu stærri hópur sem tengir þetta saman, umhverfismál eru heilsumál, þetta er allt, við þurfum að gera þetta saman, hittumst aftur í haust og hafið það gott í sumar og takk fyrir í dag.